675. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi Hljómahöll þann 7. maí árið 2024 klukkan 17 er hér með settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Sverrir Bergmann Magnússon, Hjörtur Magnús Guðbjartsson, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Bjarni Páll Tryggvason, Díana Hilmarsdóttir, Valgerður Björk Pálsdóttir, Guðbergur Reynisson, Margrét Sanders, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Margrét Þórarinsdóttir og í forsætishús sem hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig eru hér viðstödd Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og Aðalheiður Gunnarsdóttir, ritari bæjarstjórnar. Á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 8 fundarleiðir, fundargerðir bæjarráðs frá 18. og 24. apríl og 2. maí, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 19. apríl og 3. maí, fundargerðir atvinnu- og hafnaráðs frá 18. apríl, fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 24. apríl, fundargerð sjálfbærniráðs frá 27. apríl, breytingar á skipan fulltrúa í atvinnu- og hafnaráði. Svo tökum við fyrir vefstefnu Reykjanesbæjar 2024-2027 síðari umræða, samþykkt bílastæðasjóð Reykjanesbæjar síðari umræða, fráveitu samþykkt Reykjanesbæjar í síðari umræðu og svo að lokum ársreikning Reykjanesbæjar fyrir árið 2023 síðari umræða. Nú við hefjum hér fundin á umræðu fundargerðir bæjarstjórnar og orðið er laust. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, ég ætla að fara hér eins og áður yfir nokkur atriði úr fundargerðum bæjarráðs sem eru hér lagðar fram til samþykktar. Og ég ætla að byrja í fundargerðinni frá 18. apríl, en þar var í fyrsta máli, það kom til okkar góðu gestur, hann Haraldur Sverrisson ráðgjafi sem mætti á fundin til þess að ræða við okkur byggingaréttar eða innviðagjöld. En áður hafði bæjarráð óskað eftir því að Haraldur myndi kanna hvað stefnu önnur sveitarfélög sem við berum okkur saman við hafa sett sér og hann myndi einnig vera ráðgefandi varðandi mótun okkar eigin stefnu svo að sveitarfélagi geti orðið sjálfbært í uppbyggingamálum til framtíðar. Enda vitum við að hér er gríðarleg fjölgun og það lítur ekki út fyrir að það fara að draga úr henni. En hann kynnti þarna niðurstöðu sínar og tillögur sem hafa svo verið til umræðu síðan þá. Engin niðurstaða í því máli, bara unnið áfram í því máli. Í öðru máli kemur Regína Guðmundsdóttir sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslusviðs inn á fundin til okkar til að ræða drög ársreikningi Reykjanesbæjar 2023, en hann hefur verið til umfjöllunar vikulega í bæjarráði síðan þá og verður tekinn til afgreiðslu hér síðar á þessum fundi. Í þriðja máli fór Regína sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslusviðs einnig yfir það eða óska eftir heimild til að óska eftir skammtímafjármögnun bæjarsjóðs, en þeirri fjármögnun er ætlað að brúa bilið þar til tekjur vegna lóðaúthlutana bera sveitarfélaginu og svo lántöku til lengri tíma á síðasta ársfjórðungshluta þessa árs. Við áætluðum að fjárfesta bæði með nýframkvæmdum og breytingum eða viðgerðum á mannvirkjum sem er undir starfsemi leik- og grunnskóla og íþróttamannvirki og í samþykktri fjárhagsáætlun fyrir þetta ár sem samþykkt var 12. desember 2023 af bæjarstjórn var gert ráð fyrir að bæjarsjóður myndi fjárfesta að framkvæma fyrir þessa 4,8 milljarða og eins var gert ráð fyrir lántöku í þeirri áætlun, þannig að þetta er ekkert sem kemur okkur á óvart. Fjórða mál á dagskrá þessa fundar var verkmenntaðaðstæða Fjölbrautaskóla Suðurnesja, en þar var lagður fram samningur viðbyggingu fyrir verknámsaðstöðu í Fjölbrautaskólanum og bæjarráð samþykkti þann samning og hann hefur nú þegar verið undirritaður sem er mjög ánægjulegt því að það er svo sannarlega þörf á stækkun vegna mikillar aðsóknar í verknám. Þá ætla ég að fara yfir í næsta fund sem var 24. apríl og þið heyrið hér er ég að stikla á stóru. En þar var fyrsta mál á dagskrá samgöngustefna Reykjanesbæjar og þá mætti Guðlaugur Sigurjónsson, sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs, Gunnar Ellert Geirsson, deildarstjóri umhverfismála og Anna Karen Sigurjónsdóttir, sjálfbærnifulltrúi á fundin.
og þau lögðu þar fram erindi þar sem að óskað var eftir heimild til að hefja undirbúninga útboði almenningssamgangna í Reykjanesbæ og við fólum þeim að halda þeirri vinnu áfram út frá þeim umræðum sem á fundinum voru. Guðlaugur sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs sat áfram svo undir öðru máli sem var annar áfangi við Stapaskóla og Jón Ólafur Erlendsson sem eftirlitsmaður með þeirri framkvæmd mætti líka á þann fund og þar lögðu þeir fram framvinduskýrslu annan áfanga þeirrar byggingar. Nú margt að skýrast í því og við erum bara mjög ánægð með það. Það búið að setja þarna upp loftræstikerfi og búið að flota gólf og nú fer allt að vera tilbúið í að fara að parkettleggja. Og það eru þar sérfræðingar bara á hliðarlínunni sem koma og fara í það verkefni. Og allt sem fylgir salnum annarkvort komið upp í salin eða á lager tilbúið til þess að koma inn. Og þá erum við að tala körfurnar, klukku, alla græjur, svona hljómflutningsgræjur og annað sem þarf að nýta í salnum til kappleikja. Þannig að við sjáum núna að lokapunkturinn framundan og þetta stórglæsilega hús með bæði íþróttasalnum og sundlaug og öðru verður tilbúið núna í lok sumars. Þannig að það bara mjög ánægilegt og ég veit að við hlökkum öll til að mæta á spennandi kappleiki og auðvitað líka í pottana í stórglæsilegum íþróttahúsi við Stapaskóla. Í þriðja máli satt Guðlaugur sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs áfram og inn á fundin kom Hreinn Ágúst Kristinsson sem deildarstjóri eignaumsýslu og þeir lögðu þarna fram viðauka við samning milli Hrafnshóls og Reykjanesbæjar vegna byggingu leikskólans Drekadals en þar var gert samkomulag við verktakann þær úrbætur sem að ráðast þarf í til þess að laga það sem hefur komið upp á sem við þekkjum og þannig að leikskólinn geti tekið til starfa í haust. Og þessi vinna stendur yfir og við munum fá fréttir af því hvernig það verkefni gengur. Sjötta mál á þessum fundi voru endurbætur á skólalögum grunnskóla og þar var tekin fyrir bókun sem var hér til umræðu á bæjarstjórnarfundi 16. apríl síðastliðinn þar sem óskað var eftir frekari upplýsingum varðandi endurbætur á skólalögum sveitarfélagsins og bæjarráð fékk bæjarstjóra til að vinna áfram í málinu og við vildum tryggja að fjármagni verði stýrt eftir því hvar þörfin brýnust. Skólalóður eins og við þekkjum eru líka breytast í svæði sem eru hugsuð fyrir íbúa og hverfin, ekki eingöngu sem lóð sem skólinn nýtir á skólatíma. Og við erum með nýlega lóðir og höfum hafið endurbætur á öðrum, en svo erum við með 2 grunnskóla í endurbótum þar sem að lóðirnar verða endurnýjaðar samhliða þeim framkvæmdum. En svo eru aðra lóðir sem hafa ekki verið gerðar endurbætur á og við munum taka þetta mál aftur inn í bæjarráð til þess að ræða okkur niður á það, að nýta það fjármagn sem við settum í fjárfestingaáætlun á þessu ári á fleiri en einum stað ef hægt er. Þannig að við vinnum áfram í þessu máli. 8. mál á þessum fundi var aftur byggingarréttamáli sem ég myndist á hér áðan á fyrir fundi sem hefur verið til umræðu og þar komu inn drög að tillögum sem voru bara til kynningar og umræðu og við fólum bæjarstjóra að vinna tillögu að gjaldskrá og nánari útfærslu en það hafa mörg að stærri sveitarfélögum landsins gert árabil að tryggja þessa nauðsynlega uppbyggingu innviða að einhverju leyti, þetta er auðvitað bara lítill hluti af því og við áætlum að taka þetta mál aftur fyrir á bæjarráðsfundi í fyrramáli til umræðu. Þá var það síðasti fundurinn sem var 2. maí og þar var svona okkar síðasta umræða ársreikningin sem við tökum fyrir hérna á eftir og Regína fjármálastjóri og Þorgeir deildarstjóri reikningshalds komu og fóru yfir málin með okkur. Við áttum von á endurskoðendum frá PricewaterhouseCoopers en þeir boðuðu forföll og við fengum kynningu hérna á endurskoðunarskýrslunni og hér fyrir þennan fund og voru sammála því að við ætluðum að
að vanda okkur enn betur í verkinu á næsta ári. En við vildum að endurskoðendur myndu fylgja skýrslunni eftir og vera til að svara spurningum okkar á þeim fundi, bæjarráðsfundinu þar að segja. En við erum sammála því og bæjarráð var sammála því að vilja meira samtal við endurskoðendur í þessari mikilvægu vinnu og við hefðum viljað að fulltrúa þeirra mættu til okkar og að skýrslan hefði verið send okkur fyrr en raun ber vitni. En skýrslan barst stuttu fyrir fund og við erum sammála því við viljum gera kröfu að við náum að ljúka þessari vinnu fyrr en í ár. Annað mál á dagskrá þessa fundar var enn og aftur byggingarréttur og þarna mættu Gunnar Ottosson skipulagsfulltrúi og Erla Bjarni Gunnarsdóttir lögfræðingur og Regína Fanný Guðmundsdóttir sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs og við fórum þarna yfir drög að samþykkt gjaldtöku byggingarréttargjalda og þetta voru auðvitað bara drög og eins og ég sagði áðan þá tökum við þetta aftur til umræðu á morgun. Fjórða mál aðlögunaraðgerðir vegna loftslagsbreytinga. Við tókum þarna fyrir erindi sem var tekið fyrir í sjálfbærniráði 27. apríl en Reykjanesbær ásamt 4 öðrum sveitarfélögum, Akureyri, Fjallabyggð, Reykhólahreppi og sveitarfélaginu Hornafirði, þátttakandi í verkefni sem snýra aðlögun íslenskra sveitarfélaga að áhrifum loftslagsbreytinga. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti ásamt Veðurstofunni og Samband íslenskra sveitarfélaga, Rannís, samtökum atvinnulífsins og bændasamtökunum að undirbúa styrkumsókn til LIFE-áætlunar Evrópusambandsins til innleiðingar á aðlögunaráætlun Íslands vegna loftslagsbreytinga. Og sveitarfélögunum 5, þessum sem ég taldi upp áðan, sem eru þáttakendur í þessu verkefni, hefur verið boðið að taka þátt í umsókninni og við samþykktum á þessum fundi að Reykjanesbær verði þáttakandi í þeirri umsókn. En svo voru bara eins og áður ýmis umsagnamál sem þurfti að taka afstöðu til og fundargerðir lagðar fram til kynningar sem umsagnamál frá nefndarsviði Alþingis lögð fram. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið laust. Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég kem upp undir 6. málið frá fundi bæjarráðs þann 18. apríl síðastlið, þar sem fundargerð verkefnastjórnar flutnings bókasafns Reykjanesbæjar var lögð fram. Það kom upp í huga mér bókun meirihlutans sem lögð var fram þann 5. mars síðastliðinn og varðandi fram til hljómahallarinnar sem við erum nú búin að takast á og ræða fram og tilbaka að þá langar mig með leyfi forseta að spyrja meirihlutann út í þessa bókun. Og í bókuninni komu fram nokkur tækifæri sem meirihlutinn sér myndast við flutning bókasafnsins í Hljómahöll. Og eitt þessara tækifæra að byggja megi upp samgöngumiðstöð við Hljómahöll og nýta þá húsnæði fyrir farþega almenningssamgangna. Spurning mín því, það rétt skilið að verið sé að stefna að því að Hljómahöllin verði einnig notuð sem samgöngumiðstöð, líkt og fram kom í bókun meirihlutans sem virðulegur forseti Guðni Birna lagði fram á fundi bæjarstjórnar þann 5. mars síðastliðinn og óska eftir skriflegu svari við þeirri fyrirspurn. Takk. Já, takk fyrir þetta. Orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Ég muni þá svara skriflega bæjarfulltrúa Helga Jóhanna á næsta fundi og bara kæra þakki fyrir spurninguna. Forseti vill koma hér upp undir nokkrum atriðum frá fundargerð bæjarráðs. Og taka undir það sem að formaður bæjarráðs talaði áðan, byggingarrétt innviðagjöld, en þetta dæmi sem við hefum búin að vera að skoða í talsverðan tíma. Þetta fyrirkomulag að fordæmi annarra sveitarfélaga sem að vinna þegar eftir svipuðu fyrirkomulagi
og það er alveg ljóst eftir rýningu og uppbyggingu Reykjanesbæjar undanfarinna ára, íbúa fjölgunar og þróun til framtíðar að þetta fyrirkomulag er eitthvað sem við verðum að skoða til hlítar til að ná að fjármagna þennan mikla vöxt áfram. En það er á forseti við hluti eins og fjölgun leik- og grunnskóla, hjúkrunarheimila, menningaraðstöð og ýmsa þjónustu við íbúa okkar. Þetta fyrirkomulag verður kynnt von bráðar líkt og formaðurinn kom inn á, formaður Bæjarráðs. Við getum ekki annað en fagnað lið 4 verkmennta aðstaða í Fjölbrautaskóla Suðurnesja en þarna erum við að horfa í viðbyggingu upp á alltaf 1900 fermetrum sem er virkilega gleðileg tímamót hjá okkur hér í þessu sveitarfélagi og Suðurnesjum öllum að fleiri komist að í verknám hjá okkur. Þannig að þetta er gleðifregnir þar. Undir lið 8 í fundargerðinni frá 18. apríl, fundargerð stjórnarsambands sveitarfélaga á Suðurnesjum. Þar undir lið 2 Markaðsstofa Reykjanes, töluleg kynning. Þarna fengum við kynningu frá Arnari Gísla Hinrikssyni, frá Digidó og Þuríði Aradóttur Brán frá Markaðsstofunni en þau kynntu fyrir okkur markaðsherferð sem hefur verið í gangi á vegum Markaðsstofunnar. Á undanförnum 18 mánuðum hefur umferð vefsíðuna Visit Reykjanes fjórfaldast með 1,8 milljón heimsókna sem að verður að teljast virkilega vel gert. Stærsti vefurinn af þessum landslutum er náttúrulega höfuðborgarsvæðis, kannski eðlilega, en vefurinn á eftir okkur er northiceland.is með rúmlega 500.000 heimsóknir, þannig að þetta er virkilega vel gert. Vill forseti þakka Markaðsstofunni og Digidó fyrir frábært starfi að koma okkur á korti, ef svo má segja, en þetta er mjög mikilvægt fyrir okkar svæði að við séum að markaðssetja okkur til að fá ferðafólk til okkar og eyða tíma hjá okkur, helst 1-2 gistinóttum, skoða náttúrun okkar og eyða peningum hérna. Að lokum undir fundargerðina frá 18. apríl er þarna fundargerð svæðisskipulagsnefndar Suðurnesja í lið 9 og þar kemur fram endurskoðun á svæðisskipulagi, innviðir, samfélag og náttúruvá að áætluð fjölgun íbúa á Suðurnesjum til ársins 2040 bendir til þess að byggja þurfi 350 nýjar íbúðir á ári á hverju einasta ári til ársins 2040. Þetta eru 5.600 nýjar íbúðir og við bæði sem sveitarfélag og sem landsvæði erum eitt öflugast og mest og hratt stækkandi svæði á landinu og ekkert láti virðist þar á. Og þegar horft í þessa gríðarlegu fjölgun framundan styður það enn frekar fyrir áætlunar Reykjanesbæjar mikilvægi innviðagjalda. Í fundargerð Bæjarráðs á 24. apríl eru við að skoða meðal annars beiðni endurnýjun á gervigrasvelli í Reykjaneshöll í lið 5 og þetta er mál sem við erum að rýna hvort við getum flýtt þessari framkvæmd og munum skoða nánar í bæjarráði núna á morgun. Í fundargerðinni frá 2. maí þá langaði forseta að lyfta upp lið 4, þar að segja aðlögunaraðgerðir vegna loftslagsbreytinga. Þetta er gríðarlegt tækifæri eins og formaður Bæjarráðs fór yfir hérna áðan að þarna eru við að fá tækifæri í þessum C10 samning að taka þátt í styrkumsókn til þar sem að við sækjum hjá Evrópusambandinu styrk innleiðingu fyrstu aðlögunar áætlunar Íslands vegna loftslagsbreytinga en stefnt er að innleiðingu þess 2025-2029. Þannig að þetta er til gríðarlega mikils að vinna en hæstu styrkirnir af þessu eru 4,5 milljarðar ef við náum svo langt en þannig eru við að fara inn ef að þið samþykkið fundargerð Bæjarráðs að þá tökum við þátt formlega í þessu verkefni með öllum þeim aðilum sem verkefnið litur. En orðið er laust fundargerði Bæjarráðs, þessar 3 fundargerðir, það verður engin hvatt sér hljóðst þessi samþykkt geta fundargerðina vinsamlega skefið þess merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá tökum við fyrir dagskrárliði nr. 2 sem eru 2 fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 19. apríl og 3. maí síðastliðnum og líkt og næstum alltaf í þessum fundargerðum þá þurfum við að samþykkja ákveðna fundarliði sérstaklega. Forseti mun hér bera upp alla þá sérstöku lið undir báðum fundargerðum og gefa svo orðið laust báðar fundargerðir. Engin mótmæli þar. Kærar þakkir. Frá fundi umhverfis- og skipulagsráðs frá 19. apríl eru eftirfarandi mál til sérstakra samþykkta, liður 4 breyting og deiliskipulagi Vogshóll Sjónarhóll
orðið er laust. Það hefur engin hvatt sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta lið 4 vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt á öllum greiddum atkvæðum. Nú liður 9 Njarðvíkurbraut 25 fjölbýlishús. Orðið er laust. Þeir sem samþykkt geta lið 9 vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt á öllum greiddum atkvæðum. Nú liður 11 Heiðartröð 554, 555 og 557 uppskipting er hér opin til umræðu. Þeir sem samþykkt geta fundarliðin vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt á öllum greiddum atkvæðum. Nú liður 14 Tjarnabraut fyrirspurn þróunarsvæði. Orðið er laust. Þeir sem samþykkt geta lið 14 vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt á öllum greiddum atkvæðum. Nú frá fundinum þann 3. maí eru eftirfarandi mál til sérstakra samþykktar. Liður 1 samþykkt djúpgáma lausnir í Reykjanesbæ. Þeir sem samþykkt geta liðin vinsamlegast gefið merki. Og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú liður 6 Ásahverfi möguleikar til viðsnúnings er opin hér til umræðu. Enginn hefur hvatt sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta lið 6 vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú liður 9 Sunnubraut 31 vakthurn á þak sundmiðstöðvarinnar er hér opin til umræðu. Þeir sem samþykkt geta fundarliðin vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt á öllum greiddum atkvæðum. Liður 11 Háteigur 10 viðbótarhæð niðurstaða grenndarkynningar. Það hefur enginn hvatt sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta liðin vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt á öllum greiddum atkvæðum. Nú liður 12 Grófin 10 óskum lóðastækkun er hér opin til umræðu. Það hefur enginn hvatt sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta lið 12 vinsamlegast gefið merki. Samþykkt á öllum greiddum atkvæðum. Og að lokum liður 13 Iðavelli 3D gistiheimili. Það hefur enginn hvatt sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta liðin vinsamlegast gefið merki. Og það er samþykkt á öllum greiddum atkvæðum. Nú þá er orðið laust fundargerðir umhverfis- og skipulagssviðs. Margrét Þórarins, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem við lið undir 6 í fundargerð umhverfis- og skipulags frá 3. maí, Ásahverfi möguleikar til viðsnúnings. Í framhaldi af þessu erindi til umhverfis- og skipulagsráðs spyr ég enn og aftur hvenær má vænta úrbóta sem íbúa hverfisins eru þegar búin að kalla eftir og í ansi langan tíma. Með leyfi forseta. Þá vil ég ítreka bókun mína frá 1. maí, fundargerð bæjarráðs þann 14. september árið 2023 liður 1 Ásahverfi áskorun frá íbúum. Þar segir meðal annars í bókunni minni. Það verður að vinna framtíðarlausnir til að tryggja öryggi barna í Ásahverfi á leið til og frá skóla. Þetta mál þolir enga bið og er til háborna skammar hve lengi þetta verkefni er búið að vera í vinnslu. Og það hefur ekkert gerst á þessu tímabili frá því að fyrstu beiðnir bárust frá íbúum Ásahverfis, en einungis það sem hefur verið gert á þessu tímabili er að bláhatta ljósstafstaurar hafa verið settir upp og það er engin framtíðarlausn á vandanum. Málist virðist enn vera í vinnslu en ekkert hefur gerst né breyst. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég kem hérna undir fundargerð frá 19. apríl 7. mál og þar er verið að ræða aðalskipulag og það Bolafót. Og ég sem Njarðvíkingur sem þekki þetta svæði mjög vel og ekki vegna þess að ég var í bæjarstjórn fyrir 40 árum síðan eða meira, að ástæða þess að atvinnusvæðið var byggt upp á þessum stað, Bolafótur og síðan þar sem að Slippurinn er og fleira, er vegna þess að flugumferðin fer þarna yfir. Flugumferðin sem fer í gegnum Njarðvíkurnar fer akkurat þarna yfir. Þetta er flugbrautin. Undrandi að mönnum skuli detta til hugar að ætla sér að vera eða breyta aðalskipulaginu þannig og vera með íbúabyggð.
Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar gerir athugasemd við þetta eða bara bendir á fyrirhuguð íbúabyggð í flugstefnu og verður að gera ráð fyrir hávaða vegna flugs. Og svo kemur miðað við gögn flughávaði viðmiðunarmörk hávaða á miðsvæðum. Mögulega við aukna starfsemi flugvallar eykst hávaði en bregðast þarf við slíku í skilmálum skipulags til dæmis með kröfu aukna hljóðeinangrun. Manneskjan sem bjó töluvert frá þessari línu þekkir þennan brjálæðislega hávaða þegar að flugumferð var miklu minni. Og mér finnst þetta bara óþarfi. Við eigum bara að halda þessu sem opnu svæði og við fara ekkert lengra með þetta. Það ekki verið að afgreiða í þessari fundargerð. Persónulega finnst mér bara óþarfi að vinna eitthvað frekar með þetta. Leyfi þessu bara að vera opið svæði sem þarna fyrir ofan, fyrir ofan upp í heiði eins og við kallum það, sem ekki mikil heiði, þetta 3 skref frá íbúabyggð. En þarna opið svæði þar sem börn eru á leik og ég held að við ættum bara að halda okkur við það og þetta hverfandi atvinnustarfsemi sem þarna og þá erum við bara þarna með opið svæði fyrir ytri Njarðvíkinga og fleiri sem vilja leggja leið sína þangað. Vinsamleg ábending. Ég ætla að segja herra forseti en forseti. Kæra þakki fyrir þetta, frú bæjarfulltrúi Margrét Sanders, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, mér langar aðeins að bregðast hérna við og fá kannski aðeins nánari útskýringar á því sem að bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir bendir hér á. Ég man að við tókum öll undir það að við vildum bæta umferðaröryggi þarna við Grænásbrekkuna og ég veit ekki betur en að starfsfólk USK hafi unnið að því að bæta þar úr og heldur því áfram. Við höfum séð teikningar á svæðinu til framtíðar, gangbrautin orðin meira áberandi þarna, það verið að skoða ýmsar leiðir til þess að gera þetta öruggt. Bæjarfulltrúi nefnir bláhatta. Það eitt sem að ég hef séð bara núna sjálf að keyra þarna framhjá og það búið að gera verulegar úrbætur við Bolafót þar sem þarf að fara yfir götuna til að komast að skólanum með grindum og það eru breytingar á kantsteinum og búið að gera gönguleið og annað. Þannig að ég veit að við erum öll að róa hér í sömu átt að því að bæta umferðaröryggi fyrir börn sem eru þarna í hverfinu en ég bara átta mig ekki alveg á fullyrðingunni að það sé ekkert búið að gera. Þannig að ég myndi vilja, ég veit forseti ég get kannski ekki beint orðið mínu beint en ég væri til í að fá viðbrögð við þessu af því að ég ekki alveg sammála. Kæra þakki fyrir þetta, Guðbergur Reynisson. Forseti, bæjarfulltrúar, ég náttúrulega í USK-ráðinu og búinn að vera í, ekki að verða 2 ár núna í maí og allan þann tíma höfum við verið að ræða þessi gatnamót. Allan þann tíma hefur legið fyrir þessi beiðni íbúa sem að bæjarfulltrúi Margrét Þórarins að vitna í. Lá reyndar mikið lengur þessi beiðni og var ekki tekin fyrir en held ég ári eftir hún var send inn og í USK-inu að þá ákváðum við það að það yrði að setja upp bráðabirgða umferðarljós á þetta svæði. Finna út lausnir, hvernig hægt að koma, við erum með börn í Ásahverfi sem að þurfa að fara yfir Njarðarbraut sem 20.000 bílar á dag og Reykjanesbrautin liggur þarna fyrir ofan sem að verða 30.000 bílar á dag. Við erum með skólan mjög langt í burtu, Njarðvíkurskóla og Akurskóla í hináttina langt í burtu og Háaleitiskóla mjög langt þar fyrir ofan. Þannig að þetta hættulegt svæði, sama hvað tautar og raular. Starfsmenn USK sviðsins samþykktu að fara í blátoppa sem aðeins út fyrir þetta efni eru á Hafnargötunni farnir að renna saman við bláu ljósastaurana. En
blátoppar eru komnir á gangbrautir allan bæ, ekki allstaðar en á mjög mörgum stöðum og er örugglega að bjarga ansi miklu, en við þurfum að bregðast mikið hraðar við. Þetta eru 2 ár sem við erum búin að vera að ræða þetta. Hver skipti sem ég fyrir að tuða yfir umferðaröryggi á þessu svæði, þá var mér sagt að taka töflurnar mínar af því að það er verið að tala um þetta. Það er endalaust verið að tala um þetta. Það er verið að tala um ofanbyggðaveg, einhvern veginn náum við aldrei almennilega að staðsetja hann. Núna erum við komin í vandræði á svæðinu sem að bæjarfulltrúi Margrét Sanders er að ræða, af því að ríkið á landið og það er ekki hægt að einhvern veginn skipuleggja neitt þarna og nú er að koma world class niður á bakkan. Hvar munu allir sem ætla að fara í world class keyra? Þeir munu keyra í gegnum Bergásin, sem er hjartað í þessu ásakverfi. Þar eru við með gatnamót inn á Grænásbrekkuna, sem eru ekki í skipulagi. Af hverju er þessi ekki lokað? Af hverju er verið að hleypa umferð ofan af Reykjanesbraut sem er að stytta sér leiðinir og Fitjar? Af hverju er ekki brugðist við? Af hverju er ekki byrjað að gera hann ofanbyggðaveg? Hvað erum við að bíða eftir? Þarf alltaf eitthvað að gerast, eitthvað stórslis til þess að við hlaupum af stað? Getum við ekki verið með forvarnir? Það er rétt hjá bæjarfulltrúa Halldóru Fríðu, það er endalaust búið að ræða þetta. Og ég er rosa ánægð með það á Bólafætinum er búið að gera grindverk, svo að krakkarnir sé ekki detta inn á stórhættuleg gatnamót þar, hringtorgið. Þar eru við með gangbraut frá Ásakverfinu í gegnum bílastæði hjá stórfyrirtæki sem er Jóhann Rönning og Vatn og Veitur, sem er stanslaust traffík af vinnubílum að sækja og skila vörum. Og við erum með gangbraut þessara barna sem þurfa að komast gegnum Bergásinn, yfir Grænásbrautina, yfir bílaplanið þarna, gegnum bílasöluplan nánast, yfir Bólafótinn, yfir Njarðarbrautina og yfir í Njarðvíkurskóla. Hvað þarf að gerast til þess að fara nú að drífi að bregðast bara við? Takk. Margrét Þórarins, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Ég kem hér upp til að svara fyrirspurn bæjarfulltrúa Halldóru Fríðu. Þú segir að ekkert hafi gert og þú ert fá svör við því. Það sem sagt hafi ekkert verið gert í þessu máli, nema þessi bláhattar. Varst ekki óska með að svara að þú ert að furða þig á því að það hefur ekkert gerst í þessu máli og þú viljið fá skýr svör frá mér að ég kom með þessa fullyrðingu fram. Nei, ég bara velti þessu fyrir mig. En allavegna, eins og ég skildi þín orð, þá hef ég bara miskilið þig, en allavegna eins og ég skildi þín orð, þá langar mig aðeins að koma hérna inn á þetta mál. Og ég tek heilshugar undir með bæjarfulltrúa Guðbergi Reynissyni. Þetta er nákvæmlega algjörlega satt það sem hann er að segja. Þetta er búið að velkjast inn í umhverfis- og skipulagsráði allt of lengi. Eina sem ég er að gera þarna er að ég er að koma og benda á að þarna eru verið að tala áskoranir frá íbúum sem hefur ekkert gerst í, svo er þetta núna aftur komið inn til umhverfis- og skipulagsráð. Þannig að ég bara segi eins og er og ég ætla bara aðeins að rétt reifa á hlutunum og með leyfi forseta. Á fundi umhverfis- og skipulagsráð í fundargerð númer 273, dagsett 23. júní 2021, kom áskorun til ráðsins frá íbúum Ásakverfis, þar sem meðal annars var óskað eftir að tryggja örugga gönguleið til barna í skóla. Starfsmönnum umhverfis- og skipulagsráðs var falið að vinna áfram í málinu, sem og þeir gerðu. Þann 4. nóvember 2022 óskuðu íbúar Ásakverfis enn og aftur eftir úrbótum. Starfsmönnum umhverfis- og skipulagsráðs var falið að koma með tillögur að úrbótum fyrir fund númer 304 dagsettan þann 2. desember 2022. Í fundargerð fundarins er ekkert að finna umbætur eða málið hafi verið á dagskrá. Við ræðum þetta nokkru sinnum í bæjarráði hvað væri að frétta af þessu máli en sama svarið að það væri í vinnslu. Ég óska eftir að málið hefði tekið upp á bæjarráðsfundi þann 14. september sama ár. Bæjarráð felur þá Guðlaugi
Sigur Jónssyni og Gunnari Ellert Geirsinni að vinna áfram í málunni. Ég bara benda á, þetta riggur gríðarlega mikið á að bæta aðgengi barna í þessu hverfi. Síðan það að gerast þannig að við erum ekki að losna við lóðir í þessu hverfi. Hver ástæðan? Ef að aðgengi barna væri betra og allt það sem að gerast og eins og réttilega Guðbergur Reynisson bæjarfulltrúi bendir á og búin að segja hvað að gerast, þá kannski fer eitthvað að gerast. Ef að við erum að taka þetta föstu tökum og vinna þetta vel. Þetta búið að taka allt og langan tíma. Það það sem ég að benda á og ég að benda á það að við þurfum að gera eitthvað í þessu. Það þýðir ekki alltaf að setja verkefni í vinnslu og ekkert að gerast. Bæjarfulltrúi Gunnar Felix Rúnarsson situr í þessu umhverfis- og skipulagsráði. Bæjarfulltrúi Guðbergur Reynisson situr í umhverfis- og skipulagsráði. Þeir hafa oft bent á þessi mál eins og hann kemur réttilega og bendir á bæjarfulltrúi Guðbergur Reynisson. Þannig að þetta bara staðreyndin. Það þarf að gera eitthvað strax. Nú að koma beiðni hér inn, þarna liðnum númer 6, sem ég að benda á og í framhaldi teki það mál og bendi réttilega á að börn í hverfinu eru bara alls ekki örugg. Öll þessar gönguleiðir sem þið þurfa að fara til að sækja skóla. Ég loki máli mínu, takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta. Bara aðeins til áréttingar hér þá snýr liður 6 ásakverfi möguleikar til viðsnúnings úthlutun lóða í hverfinu, ekki umferðaröryggi, en við erum einhvern veginn farin að teika það efni samhliða, en Hjörtur Guðbjartsson hefur beðið orðið gjörsveið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði aðeins að taka þátt í þessari umræðu. Bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir talaði að umferðaröryggi væri aðalstopparinn á því að þessar lóðir fari, en ef við skoðum lóðirnar sem eru eftir í ásakverfinu þá stærsti hlutin að því að þetta eru örugglega dýrustu lóðir á suðvesturhorninu þegar þú tekur inn fleigun eða fyllingu á lóðum, að því að þetta hverfi allavega að mínum mati ein mesta skipulagskatastrófa sem bara í okkar sveitarfélagi. Þetta algjört klúður frá upphafi. Þarna eru hús sem hafa verið of lág og há. Það eru allskyns breytingar. Þetta orðið algjör bútasaumur. Ég skil alveg að ráðið, að Öskráð vilji núna aðeins stíga varlega til jarðar og taka málin föstum tökum og reyna að átta sig á hlutunum og vonandi textinn það á endanum. En eitt af því sem þarf að gera, og ég hef bent á það í samráðshópi umhverfis- og skipulagsráðs og atvinnu- og hafnaráðs í tengslu við atvinnusvæðið þarna í kring, að þegar verður farið í umferðarúrbætur á Grænársgatnamótunum, að það verði gerð undirgöng samhliða. Að við fáum undirgöng fyrir gangandi vegfarendur úr ásakverfinu, að því að ég held að þegar þetta hverfi var skipulagt hafi ekki verið gert ráð fyrir fólki undir 17 ára í hverfinu. Að því að það engin leið út úr því. Og annað sem við furðum mig aðeins á í þessari umræðu frá Guðbergi bæjarfulltrúa að hann talar að tengingin við Bergás frá Grænársvegi sé ekki á skipulagi. En umhverfis- og skipulagsráð gerir samt ráð fyrir því að þetta verði bráðum eina tengingin við ásakverfið og á milli ásakverfis og umheimsins. Að því að botnstúturinn niður á Njarðarbraut síðast ég vissi stendi umhverfis- og skipulagsráð á að loka honum. Og þar með verður öll umferð heils hverfis sett í gegnum þennan eina ekki skipulagða afleggjara á Grænársbrekkunni, sem alveg galið að því að þannig þungaumferð og hraðakstur og sem tíður gestur í þessa götu, þá get ég alveg fullyrt að ég rígheld í börnin mín þegar við erum að fara inn í hús úr bílaðna, af því að þetta algjört klúður. Og ég hef miklar áhyggjur af því ef bæjarfulltrúi Guðbergur og restina af umhverfis- og skipulagsráði ætlar að loka hinni tengingunni við bæinn inn í þetta hverfi. Takk. Kæra þakki fyrir þetta. Aðeins til upplýsingar þessar 11 lóðir sem eru lausar í hverfinu.
sem eru á kortasjá Reykjanesbæjar, þá eru þetta mjög stórar lóðir sem að forseta grunar að sé stærsta hluta ástæða af hverju þær eru ekki að fara út. En þær eru frá 350 fermetrum og upp í 480. Allar þessar lóðir eru á 1,5 til 2 hæða og gatnagerðgjöldin eru frá 15 til 20 milljónum, bara svo staðreyndirnar þessar lóðir séu á hreinu. Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, þakkaði fyrir bæjarfulltrú Hjörtur. Þetta var akkurat það sem ég var að reyna að koma fram. En af því að forseti bæjarstjórnar finnst skrítið að við séum að ræða umferðaröryggi í þessum lið, að þá ef við lesum efnið sem fylgir með, að þá senda þessir aðilar sem að koma með tillögur að úrbótum. Og ég ætla bara að lesa nokkra setningar inn á milli að það sem þarf og helstu úrlausnar efni sem krafist, það er 20 mínútna gangur í grunnskólan og leiðin þangað þykir ekki uppfylla kröfur með tilliti til öryggis. Mikill gegnumakstur virðist vera hverfið og íbúar við inngang hverfis við Bergás kvarta mikið undan umferðarhraða. Og ég að fá endalausar hringingar út af hraði frá Fitjum og bílar sem að stytta sér leið frá Fitjónum og upp og í gegnum Bergásinu og upp í Grænás og upp á Ásbrú. Að þarna eru þetta börn sem að hlaupa yfir göttuna og ég segi bara eins og bæjarfulltrúi Hjörtur, ég væri bara mjög hræddur standandi í eldhúsglugganum að horfa á þetta. Þarna er gatnagerð og uppbygging veitukerfa er lokið en frágangur á stígum, gangstéttum og leiksvæðum hefur setið á hakanum. Margar lóðir óbyggðar og fjölmörg leiksvæði með deiluskipulagi út allt og ekkert gott eða aðlaðandi leiksvæði fyrir börn, þannig að þau auðvitað leika sér þá fyrir utan húsin, fyrir framan alla þessa umferð og í kring er hraðbraut, móar og iðnaður. Þannig að þess vegna erum við að ræða, kannski er þetta ástæða þess að þessar lóðir ekki að fara, af því það ekki búið að klára og það ekki búið að í alvöru koma í veg fyrir bara verðandi stórslys. Takk fyrir það. Kæra þakki fyrir þessa brýningu, bæjarfulltrúi Guðbergur Einarsson. Sem íbúi Ásahverfis þá er ég ekki alveg hlutlaus inni en burst ég frá því þá liggur fyrir í fundargerð umhverfis- og skipulagssviðs að það verið að tala hvernig hægt að útdeila umræddum lóðum. Og við getum alveg getið í eyðuna varðandi það, enda það sem ég minntist á áðan. Fólk kannski ekki að leitast eftir 480 fermetra húsi, en hvað veit maður? Þetta allavega staðan eins og hún þarna. Það reyndar nýbúið að gera nýjan leikvöll fyrir neðan Steinásskverfið, svo það sé sagt. En við erum búin að horfa í þetta hverfi í mörg ár og sjálf hefur forseti búið þarna síðan 2006, þannig að ég vissulega séð uppbygginguna þarna og þróunina. En að mati forseta og fleiri sem hafa rýnt þetta, þessar lóðir sem eru lausar eftir þarf að gera gríðarlega mikið við. Þarna eru klappir í hlíðinni eða mikil uppfylling sem þarf að fara. Þannig að þegar við horfum í þennan verðmiða í gatnagerðargjöldum plús það sem þarf að gera bara til að komast niður á jafnsléttu, þá má maður geta sér þess að það gæti verið ástæðan fyrir því að þetta liggur þarna, þessar 11 lausa lóðir. Einu lóðirnar sem eru lausar í öllu sveitarfélaginu. En hér forseta getiðirnar. Orðið laust. Helga Jónótsdóttir, gjörðu svo. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar, gestir. Aðeins áður en ég hefst handa að ræða málefnin sem liggja mér á hjarta í fundargerðum umhverfis- og skipulagsráðs, að þá langar mig að leggja til að við hreinlega spurjum
þá sem eru að leita sér að lóðum innan sveitarfélagsins, hvað stendur í vegi fyrir því að þeir sækjum lóðir og kjósi að byggja það sem að aukt þarna í hverfinu. Það kann ekki góðri lukka stýra að skrifa heilu handritin í höfðinu og sjálfum sér í lagi þegar þau eru uppfull af svörum og tilfingum og ástæðum annars fólks. Þannig ég legg til að við hreinlega bara spyrjum, reynum að komast að því, hvað það í alvörunni, hvernig getum við hreyft við þessu? En það var nú útúrdúr. Ég kem hérna upp undir máli, mér langar að byrja á máli nr. 13 í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. maí og við vorum að samþykkja þar afgreiðslu umhverfis- og skipulagsráðs rétt áðan og í því, að því tilefni að þá langum að vekja athygli á því að það er ljóst að mjög mikla breytingar hafa átt sér stað og eru að eiga sér stað þarna í kringum Iðavellina og bæði hefur íbúahverfið stækkað til muna þarna í kring og mikið ber á ferðaþjónustu tengdri starfsemi við nýja götu, flugvelli, sem risið hefur mjög hratt. Og þá mun framtíðarskipulag flugvallarsvæðisins og aðaltorgs einnig hafa töluverð áhrif innan fárra ára. Það er að mínu mati alveg komin tími á að við förum í heildarendurskoðun á Iðavöllunum. Þeir hafa lengi verið svona ófrágengnir, hefur vantað upp á svona gangstéttar og aðgengismál og hálfgerð svona skipulag á götunni. Þannig að ég legg það til að við förum í heildarendurskoðun á skipulagi og svona umhverfi Iðavalla og því hvers konar starfsemi við munum leyfa á þessu svæði í heild sinni. Mér langar einnig að koma inn á mál 1 og 2 í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. maí. Það sem fjallað var djúpgáma annars vegar og grendarstöðvar hins vegar. Sorphirðumálin mér ofarlega í huga eftir ljúfa vordaga sem að gjarnan kölluðu á göngutúra okkar góða bæ. Og nú þegar sumrar og við bæjarbúar njótum útiveru í auknum mæli eftir þennan dimma kalda vetur eins og við búum nú svo oft við, virkilega tilefni til að brýna okkur bæjaryfirvöld varðandi aukna sorphirðu við göngustíga og bara varðandi almenna ásýnd bæjarins okkar. Við búum við hið yndislega eða umdeilda Suðurnesjalogn og það kallar einfaldlega á fleiri sorptunnur og lausnir sem að lágmarka fok. Það er hægt að labba allt og langt á göngustígum hérna í bænum án þess að rekast á ruslatunnu. Hvað þá eftir gangstéttum almennt. Það er einnig sorglegt að horfa upp á hvernig ástand hefur skapast víða á Ásbrú varðandi sorphirðu við íbúðarhús og hverfið eins og við vitum fjölbýlishúsabyggð að mestu og ljóst að mörg hús að lenda í því að sorpið ekki tekið. Það er ekki fjarlægt, trekk í trekk og með tilheyrandi sóðaskap og óþægindum fyrir íbúa. Ástæðan svo að ef ekki staðið rétta flokkun við húsin og frágangi á sorpi, sorpið einfaldlega ekki tekið. Við þurfum að gæta þess sem bæjaryfirvöld að skilaboðin skili sér betur til íbúa sem margir hverjir skilja ekki íslensku og hafa ef til vill ekki geta kynnt sér hvers vænst í umgengni í fjölbýlishúsum og hvað þá okkar ítarlegu og flóknu sorphirðu og flokkunarreglur. Og það að sjálfsögðu okkar hlutverk að upplýsa og styðja við bæjarbúa og vissulega mikilvægur liður við inngildingu íbúa af erlendu bergi brotnu að sjá til þess að fólk sem skilur ekki venjur okkar og reglur fái viðeigandi aðstoð við að tileinka sér þær. Það mætti til dæmis, og ég sé nú ekki bara röfla og benda á það sem betur má fara, að ég nefni hérna dæmi, það mætti til dæmis kalla leigusala til samráðs og það eru þarna leigufélög og leigusalar sem eru með fjölda íbúða. Það mætti kalla og bjóða húsfélögum til samráðs, þar sem að við getum metið þá aftur talandi hvað vantar, frú forseti, hvort að þetta sé í rauninni skilningsleysi eða hvort að vanti bara eitthvað annað að komast að því. Hvernig getum við betur stutt við íbúa þessa hverfis? Og svona lokum varðandi grenndarstöðarnar og umhverfi þeirra að grenndarstöðarnar eru nú og þeim hefur fjölgað og það vel og ekkert langt fyrir neinn að sækja í næstu grenndarstöð
en þar komum við aftur að þessu dásamlega rómantíska Suðurnesjalogni, að umhverfið í kringum þær ekki eins og best verður á kosið og mig langar að sjá okkur hugsa aðeins að einhverjum skjólvörnum eða einhvern veginn þannig að við svona setjum þær ekki bara niður og treystum því svo að one size, eitt henti öllum, svo ég sé nú ekki slett á ensku. En ég held að við þurfum að gæta vel að staðsetningu og því hvernig við svona byggjum í kringum þær þannig að þetta valdi ekki bara meiri sóðaskap á þessum svæðum. Og vissulega þurfum við líka að gæta þess að við séum ekki að setja þær fyrir framan einstaka fyrirtæki, þar sem að við erum svo að sjá því fyrirtæki jafnvel fyrir viðbótar ókeypis sorphirðu fyrir sína viðskiptavini. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Helga Jóhanna, og bara til að bæjarfulltrúi. Og kannski bara til að aðeins að taka undir það sem þú sagðir, þá var ákveði núna í umhverfis- og skipulagsráði í samvinnu við sjálfbærniráð núna í lok mars byrjun apríl tillögur frá barna- og ungmennaþingi Reykjanesbæjar að fjölga útiflokkunartunnum á skólasvæðum, í skrúðgörðum og við fjörheima. Og þetta eitthvað sem við getum tekið upp í fjárhagsáætlunarvinnu í haust að fjölga á öðrum svæðum líka. Guðbergur Reynisson í 3. skiptið. Forseti, takk fyrir að leyfa mér að koma eitt skipti enn upp. Mér fannst ég þurfa að svara 2 spurningum. Bæjarfulltrúi Hjörtur á umhverfis- og skipulagsfundi á föstudaginn, þá var verið að ræða þessa tillögu landeigenda og þar kom fram að á Bergásnum eru fyrstu 10 lóðirnar líklega og þú sérð í gögnunum að það merkt X eru ekki á skipulagi og að þessi gatnamót séu ekki á skipulagi. Og ég hef ekki verið sammála þeim að það eigi að loka að neðan frá Njarðarbrautinni og upp Bergásinn, heldur eigi að loka við Grænásbrautina eða Grænásinn, af því að ef þú lokar að neðan við Njarðarbrautina þá ertu bara með umferð frá Fitjum og upp á Bergás. Þú ert ekki eiginlega að bjarga nema kannski 1/3 af umferðinni gegnum hverfið. Þannig að þetta var mjög tjáð og ég hef eftir að skoða, ég ætla bara að skoða pappírana almennilega, en þeir sögðu það að þetta væri óskipulögð gatnamót. Og til að svara bæjarfulltrúa Helgu, að þá væri kannski ein leið til að koma þessum lóðum út að auglýsa þær. Af því að við erum ekki beint búin að vera svona hvetja fólk til þess að sækjum þessar lóðir. Við erum búin að vera að setja þær til hliðar og reyna að þétta einu og eina götu í rólegheitum. Þegar við erum með heilt bæjarfélag sem vantar lóðir, þá finnst mér það mjög skrítið og hefur fundist mjög skrítið og ég minntist á það á USK-fundinum og að vona að þeir verði birtar aftur til auglýsingar og að fólk sem á fyrir þessum lóðum kannski komi og byggi falleg hús og þetta hverfi fara að klárast. En aftur, við þurfum að klára þessi umferðaröryggismál á þessu svæði og þarna var samþykkt á, eins og ég sagði áðan, ég náði ekki að klára að setja bráðabirgða ljós, annarkvort við gatnamótin á Grænás og Njarðarbraut eða göngubraut yfir á, nú sletti ég Herðubraut og Skjaldbreið, ef þið þekki það, og finna svo leiðir til að koma krökkunum yfir túnið þarna og inn í hverfið hjá Njarðvíkurskóla. En einhvern veginn hafa þessi ljós aldrei birst. Þannig að það væri gaman ef þau væri bara sett upp og þá erum við komin með hellingsumferðaröryggi á þessu horni. Takk. Hjörtur Magnús Guðbjartsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, bara svona upp á fjörið og svona í ljósið þess að ekkert okkar langar að sjá Eurovision, þá ég að skoða í tölvunni minni, það nefnilega á internetinu sem ótrúlega gagnlegt í mörgum tilefnum og sérstaklega í ljósið þess að
deiliskipulag fyrir Ásahverfi undirritað 2005 af mínum gamla vini Viðari Má Aðalsteinssyni, forvera núverandi sviðsstjóra á umhverfis- og skipulags, umhverfis- og framkvæmdasviði, einmitt gert ráð fyrir. Vissulega eru ekki lóðir þar sem búið að byggja núna við endan á Bergás, en engu að síður tenging í skipulagi, deiliskipulagi frá 2005 á Bergás og Grænás. Þannig að þessi tenging hefur greinilega verið frá upphafi, en hún var aldrei áætluð sem eina tengingin við allt hverfið. Þannig að ég held við séum sammála ég og bæjarfulltrúi Guðbergur, en bara svo að rétt sé rétt. Gerði það ekki verið þetta, Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins út af þessari umræðu og til að svara Guðbergi, bæjarfulltrúa Guðbergi, að þá í 6. máli í þessari fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs Ásahverfi, máli heitir Ásahverfi möguleika til viðsnúnings, og ef að bæjarstjórn staðfestir tillögu umhverfis- og skipulagsráðs að fara ekki í breytingar á skipulaginu, að þá verða allar lóðir sem eru lausar í Ásahverfi birtar á vefnum á morgun. Ástæðan fyrir því að það hafi ekki verið birtar mjög lengi að það hefur verið vitneskja að það stæði til að hálfu landeigenda að óska eftir breytingum á skipulaginu, og þess vegna voru þær teknar út og ekki settar inn fyrir þá mögulega á morgun ef að þessum óskum sem nú eru komnar fram verður hafnað. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri. Nú, forseta langar aðeins að reifa nokkur mál í fundargerðum umhverfis- og skipulagsráðs, en í máli 8 frá 19. apríl Ásbrú rammaskipulag, þarna komin fram skipulagslýsing fyrir rammahluta aðalskipulags Reykjanesbæjar frá 2020 til 35 fyrir Ásbrúarhverfi Reykjanesbæjar. Þarna kemur fram að Reykjanesbær hafi skilgreint Ásbrúarhverfi sem næsta uppbyggingahverfi sveitarfélagsins, þar sem okkar næsti grunnskóli muni rísa. Með endurskoðun á rammaskipulaginu var verið að rýna í tillögur Katego svæðið, en auk þess voru settar fram ítarlega leiðbeiningar fyrirkomulag byggðar fyrir allt hverfið. Skipulagssvæðið í heild sinni á Ásbrú telur 400 hektara, þar sem íbúabyggð nú þegar telur 3000 manns. Nú, þegar kemur að fundinum þann 3. maí vill forseti minnast á nokkur mál einnig. Þar samþykkt djúpgámalausnir í lið 1, líkt og Helga Jóhanna bæjarfulltrúi kom hér inn á áðan, en þarna búin til samþykkt djúpgámalausn í sorpmálum sem ætlaðir lóðarhöfum, húsfélögum, hönnuðum og áhugasömum íbúum djúpgáma sem lausn fyrir losun úrgangs. Nú, þessar lausnir eru skráningarskyldar í fasteignaskrá og skylt að fá byggingarheimild frá umhverfis- og framkvæmdasviði, auk þess að fá frá byggingafulltrúa Reykjanesbæjar til að koma slíku úrræði fyrir í hús, hverfi eða við fjölbýlishús. Nú, djúpgámar þekkjast víða erlendis og leysa þá hefðbundnar sorptunnur og gáma af hólmi, en grafið umrædda gáma niður í steyptan ramma. Nú, reglur flokkun úrgangs eru þær sömu og með hefðbundnum ruslatunnum, þannig að það ekki hægt að losa sig undan því. En kaup og uppsetning á gámunum alltaf á ábyrgð þess sem óskar eftir honum, en svo kalka sorpeyðingastöð sem sér að semja við þjónustuverktaka sem losa gáminn. Nú, telur forseti hér komna fram snilldarlausn við úrgangslosun og hvetur íbúa til að kynna sér lausnina vel, en hjá okkur stundum rok, eins og kom fram hér áðan, og auðvelt að sjá sorp, sér í lagi plast, fjúka hér út allt, en með þessari lausn væri hægt að koma í veg fyrir að minnka þetta sorpfok hjá okkur. Nú, í lið 2 grenndarstöðvar, þarna var verkefnastjóri sjálfbærnimála að rýna grenndarstöðvarnar okkar 6, en þarna leggur hún til að þeim verði fjölgað 2 til viðbótar og auk þess verði malbikað í kringum allar stöðvarnar
og sett upp lýsingu og eftirlit. Og það er eins og bæjarfulltrúi Helga Jóhanna kom inn á hér áðan til að gera þetta meira aðlaðandi. Nú þetta leiðir af sér kostnað upp á tæpar 17 milljónir en gert er ráð fyrir að dreifa verkefninu milli ársins í ár og þess næsta. En áherslur ársins í ár verður að bæta aðstæður við þær grenndarstöðvar sem við erum þegar með. Nú í máli 4 og 5 erum við að horfa í lághita holur, spennandi og það er, en það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur og sér í lagi eftir hremmingarnar sem við lentum í fyrr á árinu, að þarna erum við í virkri leit að nýjum svæðum með heitu vatni, en við erum að reyna að finna eitthvað svæði sem getur verið varasvæði og við mun okkur vonandi takast það. Nú í máli 7 göng- og hjólastígur til Reykjanesbæjar erindi frá sveitarfélögunum Vogum. Þarna eru Vogar að nálgast okkur, sem er gleðilegt, en þarna eru við að samþykkja að taka þátt í hönnun á nýjum stíg milli Voga og Reykjanesbæjar og ekki hægt annað en að fagna því. Nú orðið er laust fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs. Þið eru búin að tala nóg það, þannig að þeir sem samþykkt geta fundargerðirnar að öðru leyti fyrir utan þá þætti sem ég baði sérstaklega áðan og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú þá erum við komin að máli 3, fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 18. apríl síðastliðnum. Orðið er laust. Hjörtur Magnús Guðbjartsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir, ég er komin til að ræða fundargerð atvinnu- og hafnaráðs. Fjalla á meðal annars ársreikning Reykjaneshafnar en þar kom fram að tekjur síðasta árs voru 342 milljónir, rekstrargjöld 197 milljónir, hagnaður fyrir afskriftir og vexti 145 milljónir en svo tala sem gladdi mig mest var að rekstrarhagnaður ársins var tæpar 11 milljónir sem verður að teljast nokkuð bara jákvætt og gott í ljósi sögu fyrirtækisins. Dýpkunarframkvæmdir í Njarðvíkurhöfn eru hafnar og gert er ráð fyrir að verkinu ljúki á sjálfan kvenréttindadaginn 19. júní næstkomandi en þessar framkvæmdir eru það sem ég myndi kalla forsmekkin að þeim uppgangi sem við stefnum að á svæðinu í kringum Njarðvíkurhöfn á næstu árum. Farið var yfir fyrirhugaða framkvæmdir á Suðurbakka Helguvíkurhafnar og svo skipulagsmál í kringum hafnarsvæði sem hefur verið í mótun hjá umhverfis- og framkvæmdasviði. Sviðsstjóra var svo falið að vinna áfram með Solstice Materials aðstöðu og gjaldtöku í tengslu við fyrirhugaða starfsemi þeirra á hafnarsvæðinu í Helguvík. Yfirferð athugasemda við atvinnustefnu Reykjanesbæjar er hafin en þær eru enn að berast þannig að gera má ráð fyrir að sú vinna fari áfram eitthvað inn í sumarið. Atvinnu- og hafnarsvið Reykjanesbæjar tók þátt í verk og vit í sameiginlegum bás Suðurnesjanna og vann kynningarefni í tengslum við sameiginlegan vef Suðurnesjabæjar og Reykjanesbæjar sem fékk heitið svæði.is og nýttist á sýningunni en hugmyndir eru uppi að nýta vefinn áfram í framtíðinni sem öflugt kynningatólum atvinnu og uppbyggingar áform á svæðinu. Að lokum er hér síðar á þessum fundi afgreiðsla á nýjum fulltrúa umbótar í atvinnu- og hafnaráði og því ljóst að síðasti fundur atvinnu- og hafnaráðs var jafnframt síðasti fundur sem Úlfar Guðmundsson situr í bili. Úlfar kom fyrst inn í ráðið árið 2018 og hefur setið þar síðan og mig langar að nota þetta tækifæri til að þakka Úlfari kærlega fyrir samstarfið og alla þá vinnu sem hann hefur lagt fram undanfarin ár. Já, fleira var það ekki. Kæra þakki fyrir þetta. Orðið er laust. Og vill forseti benda á að það er gleðilegt fyrir forseta að dýpkun er hafin í höfnunni út af því að þetta er einkar róandi að sjá gröfu út á miðjum sjó að moka. Forseti festist aðeins yfir í svo mótnana, svo það sé sagt. En þeir sem samþykkt geta fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 18. apríl vinsamlega skíðumerki og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú þá tökum við fyrir 4. fundarlið, fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 24. apríl síðastliðnum. Orðið er laust. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir hefur beðið hér orðið, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég ætla hér eins og áður bara að stikla á stóru verkefnin eða málin sem við tókum fyrir á fundi stjórnar Eignasjóðs. Þar var fyrst Njarðvíkurskóli viðhaldsframkvæmdir.
en þar fór Hreinn Ágúst Kristinsson, deildarstjóri eignaumsýslu, yfir áætlun frá VFSS sem inniheldur heildarkostnað við klæðningu á húsinu ásamt því að skipta glugga. Og framtíðaráætlun verksins var kynnt fyrir stjórninni og rætt var líka björkina, en við vitum að við vorum búin að taka ákvörðun framtíð hennar þar sem að það húsnæði greindist eða það greindu skemmdir í því húsnæði. En áætlað er að hefja framkvæmdir á fyrsta hluta klæðningar og útskiptingu á gluggum Njarðvíkurskóla í sumar og samhliða þeim framkvæmdum þá verður grafið meðfram og við sem þekkjum það kannski austur gaflvegg og kjallaraveggur þéttur og farið var yfir þann kostnað sem að þessi framkvæmd eða þann kostnað sem fyrir allt húsið þar að segja og tímaáætlun og kostnaðamati innan þess ramma sem við gerðum ráð fyrir í fjárfestingaáætlun 2024. En með þessum aðgerðum þá erum við að gera bygginguna svo gott sem viðhaldsfría næstu áratugi að mati fagmanna sem í stjórninni sitja og það ákveðin núllpunktur sem hægt verður að vinna út frá hvað varðar uppfærslu á skólanum svo að innan í takt við þær nútíma kröfu sem við erum að gera í öðrum skólum sem við erum að vinna endurbótum í. En á 8. fundi stjórnareignasjóðs var samþykkt að rífa björkina en á þessum fundi var ákveðin hugmynd sem eingöngu bara á frumstigi þannig að það kannski ekki tímabært að ræða hana hér. Hún var rædd svona fagfólks á milli og hún snýr að því að skoða og meta möguleika á stöðuna varðandi húsið, þannig að stjórnin samþykti þarna á þessum fundi þennan fyrsta áfanga við Njarðvíkurskóla sem kallar ekki hér á frekari fjárframlög, ásamt því að við samþyktu líka að skoða hvað best í stöðunni fyrir björkina og það mál verður tekið á dagskrá þegar búið að meta það. Í öðru máli fórum við yfir nýframkvæmdir við leikskólan Drekadal sem ég ræddi hér lítilega áðan undir fundargerðum bæjarráðs. En deildarstjóri eignaumsýslu og sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs fóru þarna yfir stöðu verksins og kynntu samninginn sem ég minntist á hér áðan á milli Reykjanesbæjar og verktakans það að halda áfram með verkið og stjórnin veitti á þessum fundi starfsmönnum bara fulla heimild til að halda áfram að vinna í samstarfi við verktakan í þessu máli. Í þriðja máli fór deildarstjóri eignaumsýslu yfir stöðu verks við leikskólan Asparlaut sem eins og við vitum nýframkvæmt. Búið að semja við verktaka og þeir eru að leggja loka hönd á að skila inn gögnum sem óskað var eftir. Og eignaumsýsla Reykjanesbæjar ber fullt traust til verktakans og þeir höfðu sýnt fram á að hafa staði sem prýði í sambærilegum verkum. Þannig að verkefnastjórn þeirra hefur líka mikla reynslu af verkefnastjórnun og starfsfólk eignaumsýslu því fullvisst að verktaki ljúki þessu verki með miklum sóma. Síðan í málum 4, 5 og 6 var farið yfir nýframkvæmdir sem við höfum verið hér að fjallað mjög oft sem snúa að Myllubakkaskóla, Holtaskóla og Heiðarseli og við höfum kannski meira rætt Myllubakkaskóla og Holtaskóla en þær framkvæmdir ganga bara mjög vel, eru á áætlun og stendur til að taka hluta, það er að segja A-álmuna í Myllubakkaskóla í notkun áramót en í Holtaskóla unglingaálman, hún ætti að verða tilbúin núna í skólabyrjun í ágúst og svo halda þau áfram með næstu fasa eins og ég hef farið hér yfir áður. Þannig að við erum bara mjög ánægð með framvinduna í þessum verkefnum og við sjáum það að það stór hópur fólks að vinna að þessum húsum okkar hér alla daga. En verkefnastjóri, Gissur Hans Þórðarsson verkefnastjóri fór yfir nýframkvæmdi við Heiðarsel með deildarstjóra eignaumsýslunum Hreini Ágústi Kristinssyni í 7. málinu og fóru svona aðeins yfir þeirra framtíðarsýn fyrir verkið. Og þar kom fram að hönnunar og útboðsgögn eru væntanlega og verða tekin fyrir á næsta fundi stjórnareignasjóðs. Þannig að við bara höfum stutt á tillögu sem að þeir hyggjast leggja fyrir og hlökkum til að vinna áfram í því máli.
Í 7. máli fórum við aðeins inn á uppfærsluverkefni við skólaveg 1 eða gamla skólan og deildarstjóri eignaumsýslu fór þar yfir komandi verk og yfir kostnaðaráætlun og tímaáætlun og þessi vinna er bara í fullum gangi. Arkitektateikningar eru á lokastigi og lagna- og burðarþolstekningar hafa væntanlega borist núna mánaðamótin til umhverfis- og framkvæmdasviðs þannig að við munum fá nánari upplýsingar þetta verk á næsta fundi. 8. og síðasta málið á þessari dagskrá var uppfærsla á innra skipulagi í Heiðarskóla og það var deildarstjóri eignaumsýslu sem fór yfir þá hönnun sem hafði borist en stjórnin ákvað að fela deildarstjóri eignaumsýslu að vinna áfram í málinu því það kom upp ýmsar spurningar á fundinum sem stjórninni fannst eðlilegt að fá svör við áður en tillögur yrðu lagðar fyrir bæjarráð og líka þar sem þessi framkvæmd var ekki í fjárfestingaáætlun að við værum þá með nægilega góð rök fyrir því að það þyrfti að ráðast í slíkar framkvæmdir. En annað var það ekki. Kæra þakki fyrir þessa yfirferð Margrét Sanders Gjörsvall. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það vekur athygli í þessari fundargerð að af 5 aðalmönnum í eignarumsýslu eða eignasjóðs Reykjanesbæjar, 5 aðalmönnum í ráðinu eða sjóðunum, að þá einungis 2 mættir og svo varamaður og Halldóra Fríða Þórðarsdóttir, formaður bæjarráðs, er einnig formaður eignasjóðs Reykjanesbæjar og langar með að óska skýringa á af hverju fundi var ekki frestað eða fært eitthvað til, sérstaklega í ljósi þess að það er mikið ágreiningsmál hérna inni sem er leikskólan Drekadal og þar er stjórn eignasjóðs að veita starfsfólki eignarumsýslu fulla heimild til að halda áfram samstarfi við Hrafnshól og ég er ekki að gera athugasemd við málið eða hvernig afgreiðslan er en þegar við vorum að vinna með hverjir yrðu fulltrúar í eignasjóði Reykjanesbæjar þá lögðum við meirihluta og minnihluti áherslu á að við hefðum meirihlutan sem að væru aðilar með reynslu að framkvæmdum eða einhvers konar, ef ekki að segja bara hafa einhvað verkvit. Þannig að mér langar að fá skýringu á þessu hvers vegna fundurinn var haldinn. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, bregðast við þessu. Já, forseti, ég þakka fyrir og ég skil spurninguna og þakka bara fyrir að geta útskýrt hana einhverju leyti hér. Eins og hér kemur fram að þá voru 3 sem sátu þennan fund, 2 aðalmenn og 1 varamaður. Þessi fundur var ekki haldinn á venjulegum fundardegi stjórnar eignasjóðs vegna vinnudags starfsfólks á umhverfis- og framkvæmdasviði sem fór fram út á landi. Þannig að var óskað eftir að breyta fundartímanum. Fjarvistir eða sem sagt forföll, einhverjir boðuðu forföll með góðum fyrirvara en svo voru forföll boðuð samdægurs. Stórt mál, þú bendir á það varandi Drekadal, að þá höfum við sem betur fyrir verið mjög vel upplýst líka á milli funda varðandi framgang mála. Þannig að gögn hafa borist okkur og við vissum af það er ekkert sem kemur okkur óvart í þessu. Að auki sitja fundin líka fagfólk sem við treystum og eru verkefnastjórar fyrir okkur í ákveðnum verkum. Þannig að þarna situr deildarstjóri eignarumsýslu, verkefnastjóri frá verkfræðistofunni OMR, sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs. Þannig að okkur þótti eðlilegt að halda fundin en þetta er auðvitað kannski bara í ljósi stöðunar sem kom upp að við þurftum að færa fundin og síðan vegna þess að forföll bárust
ekki nægilega snemma. Þannig að það eru kannski svörin sem ég get gefið hér fyrir utan það að við vorum vel upplýst eins og þetta stóra mál. Þannig að þarna var ekki verið að taka ákvarðanir sem að ég held að við hefðum þurft að fresta ef hefðu verið slíkar að okkur hefði vantað fleiri úr stjórninni. Þannig að okkur þótti rétt að halda þessum fundatíma. Já, takk fyrir þetta. Orðið laust fundargerð stjórnar Reykjanesjóðs. Það vekki fleiri hvart til hljóðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina frá 24. apríl vinnsla skefið merki og hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Kæra þakki fyrir það. Nú næst tökum við fyrir 5. mál á dagskrá fundargerð sjálfbærniráðs frá 27. apríl síðastliðnum. Forseti vill kannski aðeins nýta tækifæri að fylgja fundargerðinni úr hlaði en í máli 1 ráðið að leggja loka hönd á uppfærslu áætlun frá Reykjaneshöfn meðferð og flokkun úrgangs sem verður kynnt formlega fyrir á næsta fundi ráðsins. Nú í máli 2 fengum við til okkar frægan gest, engan annan en bæjarstjórann okkar, en sjálfbærniráð samþykkt að senda hann á ráðstefnu í Brussel þann 15. mars. En þar kom fram að Belgía í forsvari fyrir sveitarstjórnarráð Evrópu og dagskrá umræddra funda snýr mestu að því hvernig þau 8.000 sveitarfélög í Evrópu ætla að ná fram sínum markmiðum 50% samdrátt á kolefnisspori sínu. En Reykjanesbær hefur mælt sitt kolefnisspor frá 2019 þannig að við byrjum að fylgjast með þessu fyrir einhverju síðan. Nú ljóst að stuttur tími til stefnu okkar tillögur og okkar aðgerðir og þurfum að fara að setja okkur markmið okkar hlut í þessu loftslagsverkefni til framtíðar. Það að segja hvernig ætlum við að bæta okkur, getum við það yfir höfuð, hvaða úrræði ætlum við að beita, hvað kostaði okkur og hvenær getum við hafist handa. Þetta eru spurningar sem við þurfum að ávarpa og svo vinna fyrir að staða fljótlega innan sjálfbærniráðs. Nú við sem sveitarfélag erum ekki að fást við keimlík vandamál líkt og kom fram á ráðstefnunni að aðrir Evrópubúar að fást við, en stóra vandamál Norður Evrópu að einangra þarf húsið betur og þar ákveðin orkusóun. Á meðan að í Suður Evrópu vandamálið það sama en þó öfugt, þar að segja þar of mikil kæling í húsum vegna hita. Nú sem betur fer eru við langt komin á veg með að koma í veg fyrir orkusóun og má þar nefna til að mynda mælavæðingu HS Veitna, en fyrirtæki okkar setti upp mæla í stað hemla sem voru hér áður fyrr og í kjölfarið var borgað fyrir það sem notað var. Með þessu keypti HS Veitur minna vatni af HS Orku og sparaði þar með í kostnaði, en auk þess fóru íbúar okkar að nýta vatni betur. Við hættum að vera með sýrensli í heitupottan okkar allt árið og hættum að dæla óhindruðu vatni í snjóbræðslurnar okkar líka á sumrin. Þannig að við drógum þannig úr orkusóun og nýttum okkar náttúruauðlind betur. Og ég tala nú ekki eftir hremmingarnar núna í byrjun árs að þá kunnum við líka betur að meta heita vatni okkar og rafmagnið. Nú sjálfbærniráð mun áfram vinna að málinu með að rýna tillögur og markmið sem komið fram á ráðstefnunni og hvernig Reykjanesbær getur aðlagað það að sinni stefnu. Nú í lið 3 kosningar og fyrirkomulag þarna að fæðast handbók fyrirkomulag Reykjanesbær í forseta- og alþingiskosningum sem ráði hefur unnið að frá áramótunum. Handbókin skiptist í 2 kafla, annars vegar farið yfir lagaramma kosninga, þar sem rýnt í og tiltekið þau helstu atriði sem þarf að hafa í huga varðandi kosningalög nr. 112 frá 2021. Í öðrum kafla upplistuð og útdeild verkefni yfirkjörstjórnar í kringum kosningar og verkaskipting á þeim verkefnum. Nú handbókin verður svo lifandi skjali sem verður uppfærð eftir þörfum og viðkomandi lagabreytingum. Nú í lið 4 samfélagsgreiningar fengum við Hilmu Hólm teymistjóra ásamt starfsfólki Hagdeildar Reykjanesbæjar á fundinn til að kynna fyrir okkur þær upplýsingar samfélagsgreiningu íbúa og sveitarfélagsins sem við eigum. En Reykjanesbær á mjög dýrmæt gögn okkar íbúa og mjög áhugavert að sjá þessa vinnu hjá þeim. En árið 2020 gerða sveitarfélag á Suðurnesjum ásamt sambandi sveitarfélag á Suðurnesjum samkomulag við Hagstofuna samfélagsgreiningu
sem yrði haldið áfram í 4 ár, en þessi samningur rennur út núna í ár. Með þessu samningum fengum við líka gögn 10 ár aftur í tíman, þannig að við vitum heilan helling okkar íbúa og aðrar mjög gagnlegar upplýsingar. Þannig að í framhaldinu gott að kanna vilja bæjarfulltrúa og Reykjanesbær með áframhald samningsins, hvort við að halda áfram eða ekki. Og við gætum keyrt þar inn breytur eins og kosningaþátttöku og annað og meira afturvirkt, þannig að við getum rýnt tímabili til lengri tíma. Nú að lokum í máli 6 tókum við fyrir LIFE-styrkin svokallaða sem að forseti og formaður bæjarráðs fóru yfir hér í byrjun í fundargerðum bæjarráðs. Þannig að orðið laust fundargerð sjálfbærniráðs. Valgerður Björk Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Mér langaði bara að ræða mál 3 í fundargerð sjálfbærniráðs og vil fagna kosningahandbókinni og góðri vinnu formanns sjálfbærniráðs og langaði bara að vekja athygli á sem að bæjarfulltrúar Guðni hefur svo sem farið yfir. Kaflanum kjörstaði þar sem veltur upp möguleikum á að hafa fleiri en 1 kjörstað eins og nú. Ég ger mig grein fyrir að það eflaust of seint að breyta fyrirkomulaginu fyrir forsetakosningarnar í júní en ég hvet sjálfbærniráð eindregið til þess að senda út þessa skoðanakönnun sem það ræða í skýrslunni eða leita til samband sveitarfélaga sem gæti átt einhver gögn sem sýna að það fæst aukin kjörsókn með fjölgun kjörstaða. Ég veit að erlendar rannsóknir sýna allavega fylgni þarna á milli þó það sé auðvitað fullt af öðrum atriðum sem skipta máli þegar kemur að því að auka kjörsókn. En allavega, það mikilvægt að hafa kjörstaði í nærumhverfi fólks, bæði til að vekja athygli á kosningunum, að þeir séu í gangi, að fólk þekki kjörstaðinn vegna þess að hann hverfisskóli eða önnur sambærileg stofnun og að það sé gott aðgengi fólk sem hefur ekki bíl til umræða. Einnig koma fram aðgerðir í skýrslunni sem hægt að fara í til að efla kjörsókn íbúa sem hafa annað móðurmál en íslensku og ég vil bæta því við að ég sá það allavega ekki í skýrslunni að fara líka í aðgerðir til að auka kjörsókn ungs fólks eins og samband íslenskra sveitarfélaga hefur bent á að það þurfi. Þau nefna sérstaklega þessa 2 hópa í sínum aðgerðum. En mér litist vel á að vinna það í samvinnu við ungmennaráð, koma fram með einhverja tillögur. Takk. Já, kæra þakkir bæjarfulltrúa Valgerður fyrir þessa fínu punkta og við munum vinna að næstu skýrslu, það að segja sjálfbærniráð kosningaþátttöku, þar sem við munum sérstaklega rýna hvað getum við gert sem sveitarfélag til að laga þessa þætti. Þannig að það eru ákveðnar ábendingar í þessari handbók en við munum svo kafa mun dýpri í það og einmitt fyrstu tölur sem við fengið frá Hagstofunni sýna það klárlega að yngsta fólki okkar kýs síst og elsta fólkið einnig. Þannig að við erum að greina hvaða tækifæri við höfum og hvaða áherslu við getum lagt á það. En orðið laust. Það hefur enginn hvað sér ljós. Þessi samþykkt geta fundargerð sjálfbærniráðs frá 27. apríl vinsamlega skefmerki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú hér erum við komin að máli 6 sem fjallar skipti á fulltrúum í nefndir og forseti vekur athygli á því að heiti málsins breytingar í atvinnu- og hafnaráði. En undir þessum lið eru 3 breytingar. Heitið ætti raun að vera breytingar á nefndum og ráðum og búið að leiðrétta það nema undir mínu Reykjanes, þannig að ef þið hefur opnað fundarliðinn þar þá heitir hann hinu nafninu. Biðst forseti afsökunar á því. Nú hér eftir verður gætt að ávallt verði almennt heiti yfir þennan fundarlið alveg sama hversu marga breytingar þar eru. Nú en í atvinnu- og hafnaráði eru eftirfarandi breytingar. Úlfar Guðmundsson í flokki umbótar fer út sem aðalmaður í atvinnu- og hafnaráði og forseti óskar eftir tilnefningu nýjan aðalmann í hans stað. Jón Már Sverrisson tekur sæti hans, eru aðrar tillögur, svo ekki, telst hann samþykkur. Nú Jón Már Sverrisson fer það út sem varamaður í atvinnu- og hafnaráði og forseti óskar eftir tilnefningu annan varamann í hans stað. Gunnar Felix Rúnarsson kemur inn sem varamaður, eru aðra tillögur, svo ekki og telst hann samþyktur.
Nú í velferðaráði eru eftirfarandi breytingar. Rannveig Erla Guðlaugsdóttir í flokki umbótar fer út sem aðalmaður í velferðarnefnd og óskar forseti eftir tilnefningu nýjan aðalmann í hennar stað. Margrét Þórarinsdóttir eru aðra tillögur. Svo er ekki og telst hún samþykkt. Nú í menntaráði eru eftirfarandi breytingar. Rannveig Erla Guðlaugsdóttir í flokki umbótar fer út sem varamaður í menntaráði og óskar forseti eftir tilnefningu nýjan varamann í hennar stað. Margrét Þórarinsdóttir er tillagan, eru aðra tillögur. Svo er ekki og telst hún samþykkt. Nú þá erum við komin að 7. máli, vefstefna Reykjanesbæjar 2024–2027 til síðari umræðu. Forseti vil aðeins fylgja þessu máli hér af stað en hlutverk vefstefnu og aðgerðaáætlun sem henni fylgir á að virka sem leiðarljós þeirra sem vinna með vefi Reykjanesbæjar. Reykjanesbær á og rekur fjölmörg vefsvæði en þeirra helst eru aðal upplýsingavefur sveitarfélagsins, reykjanesbær.is, visitreykjanesbær.is, íbúavefurinn mittreykjanes.is og vefur helstu stofnana bæjarins, svo sem grunnskóla, félagsmiðstöða, frístundaheimila sem og vefir menningarstofnana. Að auki heldur bærinn út ýmsum minni vefjum líkt og ljósanótt.is, frístundir.is og fleiri slíkum og tekið skal fram að hér er ekki tæmandi upptalningu að ræða. Nú markmið vefstefnu Reykjanesbæjar er að einfalda uppsetningu og halda úti vefsvæðum á faglegan máta. Að auki tekur vefstefna mið af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna í samræmi við stefnu sveitarfélagsins innleiðingu þeirra. Nú vefstefnan tekur einnig mið af og styður við gildi og grunnstefnu sveitarfélagsins sem og aðrar tengdar undir stefnur. Auk þess er eitt af markmiðunum að samræma verklag þegar kemur að hönnun, miðlun, umsýslu, öryggi og fleiri atriðum. Með vefstefnunni er stafræn þjónusta sveitarfélagsins samræmd með betri, skilvirkari og faglegri upplýsingamiðlun. Vefstefnan á að ná til allra vefsvæða sveitarfélagsins og sjá til þess að hin ýmsu kerfi tali betur saman, einfaldi verklag og ná betur hagkvæmni við rekstur vefsvæða. Nú megin áherslan er svo samræma verklag við uppsetningu vefsvæða, tryggja að efni á heimasíðum sé í góðum gæðum og aðgengilegt öllum, markvissar og áreiðanlegar upplýsingar sé á vefsvæðum sveitarfélagsins, notenda viðmótið sé gott, öryggi sé traust og verklag sé skilvirkt á vöktum heimasíðna sveitarfélagsins. Nú, vefstefnan og aðgerðaáætlun hennar hefur verið send til umsagna til allra nefnda og ráða og er hér með lögð formlega fram til síðari umræðu. Orðið er laust vefstefnuna. Valgerður Björk Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég tek undir með þér varðandi vefstefnuna. Hún er vel unnin, framsetningin er einföld og skýr, þannig að eins og til dæmis þýðingaforrit betur heldur en hefur verið hingað til. Einnig eru möguleikar á tengingu við ýmis kerfi sem býður upp á meiri sjálfvirkni og betra öryggi. Stefnan býður líka upp á meiri skilvirkni í upplýsingaleit þannig að færri þurfa að leita til þjónustuversins. Og sem fulltrúi Suðurnesja í stafrænu ráði Sambands íslenskra sveitarfélaga finnst mér stefnan vel í takt við þá vinnu sem fer þar fram á vegum sambandsins en þar er áherslan á notendavænni þjónustu við íbúa, nútímalegri tæknilega innviði sveitarfélaga og tæknilegan stuðning við sveitarfélag. Ég veit að vefstjórinn okkar hefur nýtt sér reynslu annarra sveitarfélaga í stefnumótunarvinnunni, til dæmis horft til Hafnarfjarðarbæjar sem hefur unnið vel í þessum málum undanfarið. Þegar kemur að framkvæmd ýmissa þáttastefnunnar veit ég líka að forstöðumaður þjónustu og þróunar hjá okkur hérna í Reykjanesbæ sem er líka fulltrúi í faghópi sambandsins stafræna þróun mun hafa yfirsýn yfir samvinnuverkefni sveitarfélaga og hvetja vefstjóra og upplýsingatækni teymið til þess að taka þátt í þeim þegar á við, til dæmis í sameiginlegum innkaupum og öðrum þróunarverkefnum. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta. Orðið er ennþá laust vefstefnu Reykjanesbæjar. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta vefstefnuna vinsamlega skifið merki og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú, þá tökum við fyrir mál 8, samþykkt bílastæðasjóð Reykjanesbæjar og forseti vill hér einnig fylgja málinu á stað en bílastæðasjóður Reykjanesbæjar mun vera í eigu sveitarfélagsins og bæjarráð í umboði bæjarstjórnar fer með stjórn sjóðsins.
Nú bæjarstjórn sér að setja gjaldskrá fyrir sjóðinn sem kveður á gjaldskyldu fyrir alla flokka og tegundir gjaldskyldra bifreiðastæða ásamt gjaldskyldu tíma. Bæjarstjórn gerir tillögu gjaldskrá aukastöðugjalds og stöðu brota og sendi til staðfestingar ráðherra. Umhverfis- og framkvæmdasvið fer með daglega rekstur og mannafárað fyrir sjóðinn en fjármála- og stjórnsýslusvið sér innheimtu gjalda og afgreiðir andmæli við aukastöðu og stöðubrota gjöld. Verkefni bílastæðasjóðsins að eiga og reka stöðumæla við götur bæjarfélagsins og reka sérstök bílastæði eftir því sem tilefni til. Jafnframt bæjarfélaginu heimilt að fela sjóðnum byggingu og rekstur bílastæða húsa og annarra bílaskýla fyrir almenning. Þá bæjarstjórn enn fremur heimilt að fela sjóðnum að innheimta tekjur af gjöldum og afmörkuðum svæðum utan þéttbýlis, svo sem á ferðamannastöðum. Slík svæði skulu sérstaklega skilgreind og skal innheimta kynnt með áberandi hætti svo sem með skiltum. Tekjum af slíkum gjöldum renna í sérstakan sjóð sem aðgreindur frá öðrum sjóðum enda skulu innheimtar tekjur sérstaklega ætlaðar til uppbyggingu aðstöðu og þjónustu á viðkomandi svæði. Til sjóðsins skulu renna tekjur af gjaldskyldum bifreiðastæðum, leigu stöðureita, auka stöðubrotsgjöld og annarra gjalda vegna stöðvunarbrotar. Þá fær sjóðurinn tekjur af greiddum bifreiðastæðagjöldum þegar húsbyggjendur greiða bifreiðastæðagjöld samkvæmt sérstakri samþykkt þar Einnig getur verið að ræða framlög úr bæjarsjóði eða lántökur með ábyrgð bæjarsjóðs eða tryggðar veð í mannvirkjum sem bókfærar eru hjá sjóðnum. Nú orðið laust bílastæðasjóð Reykjanesbæjar, Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég tel mjög mikilvægt að koma hérna upp þar sem að ég að fara að samþykkja að við setjum á bílastæðagjöld og spori hræða. Hvað er ég að tala þar? Að það eru sveitarfélög hér á Íslandi, allavega sérstaklega eitt stórt sveitarfélag, sem að hefur verið ansi duglegt að leggja bílastæðagjöld, hefur aukið tímann þar sem bílastæðagjöld eru, hefur hækkað gjaldið og svo framvegis og þetta bara orðið flott tekjuöflun hjá sveitarfélaginu. Það margbúið að svara því þegar þessi spurning hefur komið upp og ég hef spurt þessara spurninga hjá okkur að aðilar eru sammála í dag að þetta ekki hugsað sem slíkt, ekki hugsað til almenns reksturs sveitarfélagsins og eins og forseti fór yfir áðan að þrátt fyrir að það sé hver stjórnin og hver umsjónaraðili að þá horfum við til þess að hægt að útvista þessa þjónustu og gaman að segja frá því að þegar við byrjum að vinna með þessar samþykktir að þá vorum við að ræða eða þá var einhver að nefna það að þyrfti þá að ráða bílastæðavörð og einhver okkar í bæjarráði fór bara að hlæja sko. Að við værum kannski ekki alveg að hugsa gömlu góðu stöðumælana sem að eru á Hafnargötunni þar sem menn að setja 10 kallana í eða 100 kallana. Heldur vonandi nútímavæðist við og gerum þetta vel. En það nauðsynlegt að búa til einhvers konar reglu og okkar sveitarfélag ætlar ekki að vera sveitarfélagið sem tekur við bílum, farþega sem að fara til útlanda jafnvel heilt sumar. Og það standa bílar hér og þar sveitarfélagið. Þetta samt ekki alveg svona einfalt. Þetta ekki einfalt og þannig að ég veit að við höfum eftir að rekast á margar hindranir. Það eitt þarna í viðbót að við erum líka með útivistarsvæði og eitt af því sem hægt að gera með útivistarsvæði sem við erum með umsjón með og þarnast uppbyggingar, það að vera með einhvers konar bílastæðasjóð og rukka þá gjöld fyrir það til uppbygginga á þeim svæðum sem vel að þeir borga sér njóta. En þá ítreka ég aftur það sem ég að segja hér, ég horfi ekki á þetta sem hækkun á sköttum
íbúa. Það er búið að ræða við hagaðila, það var sagt við okkur að hagaðilar hafa ekki sett sig upp á móti þessu. Þannig að vegna þessa þá vil ég lýsa því hér yfir að ég samþykki þetta. Takk fyrir þetta. Kjartan Már bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Takk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Takka bæjarfulltrúar Margréti þessa brýningu og ég er sammála henni í því að það er ekki markmið og á ekki vera markmið okkar að gera þetta tekjustofni. Markmið með bílastæðasjónum er fyrst og fremst að nýta bílastæði til þeirra hluta sem að þau eru ætluð og að því að þú nefndir til dæmis Hafnargötuna sem verslunarsvæði, þá er hægt að gera það með þeim hætti og verður gert með þeim hætti að það verður ekki stöðumælavörður á gangi Hafnargötuna, heldur verður þetta gert með myndavélakerfum, svo tíðkast. Og þá er hægt að hafa ókeypis í einhver tíma, fyrsta klukkutíman eða 2 tíma eða eitthvað, fyrir framann til dæmis verslanir eða þjónustu. En hefja gjaldtöku ef að bifreiðar standa klukkutímu saman eða mjög lengi, við talum ekki lengur, á viðkvæmum svæðum sem það sem að velturhraði bílana þarf að vera hraður og mikill. Og á ferðarþjónustustöðum þá eru menn að hverfa frá því samkvæmt mínum upplýsingum. Við erum búin að hitta aðila sem er í þessum bransa sem að fylgjast vel með þessu og sem að vilja fá tækifæri til að kynna sig og sína starfsemi og við erum byrjuð að hitta eitthvað af þeim aðilum. Að á svona ferðamannastöðum þá eru menn að hverfa frá því að hafa einn tekjur eingöngu á þjónustu eða innheimta þjónustugjöld vegna þess að það er aðgangur á salerni eða einhverju slíku, heldur er þetta að verða bara hrein og bein bílastæðugjöld. Og þar náttúrulega skiptir miklu máli og er stór hluti af þeim sem að nýta þau stæði eru erlendir ferðamenn á bílaleigubílum og einhverjir höfðu áhyggjur af því að þetta myndi vera virka fráhrindandi eða komið veg fyrir að þeir kæmu, en samkvæmt því sem að mér er tjáð að þá virkar þetta þvert á móti hvetjandi, því að þú getur séð í appinu í símanum, þú ert með það frá þessum aðilum, hvar er mest aðsóknin, og þannig að þetta er í rauninni auglýsing fyrir ferðamannastaðina á ákveðnu svæði. Þá sjá þeir hvar þeir eru og sjá að þarna eru margir og þá hlýtur það að vera eitthvað áhugavert að fara þangað, þannig að þetta verður eiginlega snúist við. Að öllu þessu sögðu, það sem ég er að reyna að segja er að ég held við ættum að vera samt meðvituð um þetta, að við erum ekki að fara að hafa þetta sem tekjuöflun sveitarfélagsins, heldur að nýta þá innviði sem að bílastæðin eru betur og hugsanlega upplýsa ferðamenn betur en það sem er í boði í næsta nágrenni. Kæra þakkir bæjarstjóri. Forseti sammála tekjuöflunarhliðina, en ef sú staða kemur upp að það verða tekjur af þessu, þá ætti það að fara í þjónustu því tengdu. En þetta er eitthvað sem við allavega erum að samþykkja hér og svo mun þetta eflaust þróa betur. Nú orðið er laust. Það hefur enginn hvatt sér hljóðs. Þessi samþykkt geta samþykkt bílastæðasjóð Reykjanesbæjar síðari umræðu vinsamlegast gefið merki. Hún er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú við höldum áfram æsispennandi þeysirið okkar samþykktir, en hér er komið að 9. máli fráveitu samþykkt Reykjanesbæjar síðari umræða. Nú forseti fylgir þessu máli hér aðeins af stað, en umhverfis- og framkvæmdasvið Reykjanesbæjar í umboði bæjarstjórnar fer með stjórn fráveitumála í Reykjanesbæ. Undir það fellur að fráveita Reykjanesbæjar starfrækir fráveituna. Fráveitan er rekin sem B-hluta fyrirtæki með sjálfstæðan fjárhag og í eigu Reykjanesbæjar. Rekstur fráveitu í Reykjanesbæ og framkvæmdir eru kostaðar af eigin tekjum af fráveitu og rotþróar gjöldum eða lántökum eftir því sem bæjarstjórn ákveður í fjárhagsáætlun hvers tíma.
Umhverfis- og framkvæmdasvið Reykjanesbæjar annast rekstur fráveitu lagna sem taka við ofanvatni af götum skólpi frá íbúðabyggð, smáiðnaði og lóðum þar sem við á. Þarna er formlega góð samantekt fráveitumál hjá okkar sveitarfélagi sem er gott og gilt og fínt að taka þetta formlega saman í samþykkt. En orðið er laust samþykkt fráveitu samþykkt. Eru allir samþykkir því? Margrét Sanders, varst að biðja orðið allar Þeir sem samþykkt geta samþykktina vinsalega skifur merki fráveitu og það er samþykkt. En ekki hvað af öllum greiddum atkvæðum. Loftið er orðið þunnt inni og þá er við hæfi að koma að 10. málun okkar í kvöld, ársreikningur Reykjanesbæjar fyrir árið 2023, síðari umræða. Og til að fylgja málinu hér úr hlaði tekur hér til máls Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri áður en forseti opnar fyrir almenna umræðu. Gjörðu svo vel bæjarstjóri. Já, takk fyrir þetta forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Hér er nú lagður fram til annarar umræðu og vonandi í kjölfarið afgreiðslu ársreikningur Bæjarsjóðs og samstæðu Reykjanesbæjar 2023. Fyrri umræða fór fram í bæjarstjórn 16. apríl síðastliðinn og hefur reikningurinn verið til umræðu og skoðunar og fundum bæjarráðs á milli umræðna. Í þeirri meðferð hafa smávægilegar breytingar verið gerðar og ég ætla til fengu þær sendar í dag og samantekt á þeim. Ég ætla samt að fara aðeins yfir það. Vegna breytinga eða vegna reiknings sem að barst frá Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja þá hefur lífeyrisskuldbinding samtölur í samstæðinu hækkað úr 860 milljónum, hækkun lífeyrisskuldbindingar þar að segja, úr 860 milljónum í 863 milljónum 893.000. Rekstra niðurstaða samstæðunar breyttist úr 8 milljörðum og 2 milljónum 217.000 í 7 milljarða 999 milljónir 315.000 vegna þessa. Fjármagnsliðir lækka úr 2 milljörðum 785 milljónum 553.000 í 2 milljarða 782 milljónir 230 eða 3 milljónir 323.000. Þetta eru smávægilegar breytingar. Og rekstrara niðurstaða, hún hækkar úr 2 milljörðum 439.727.000 í 2 milljarða 440.149 eða 422.000. Og eins og áður segir þá eru þessar breytingar í rekstrara niðurstöðu samstæðana vegna breytinga á ársreikningi Heilbrigðiseftirlits. Í efnahagsreikningnum þá eru breytingar vegna Reykjaneshafnar en Reykjaneshöfn barst fyrirframgreiðsla frá Norðuráli vegna fyrirhugaðs álvers í Helguvík á tímabilinu 2006 til 2010 sem að nú hafa verið teknar út og þar segja voru fyrirframfærðar og hafa nú verið teknar út en munu líklega að koma aftur inn á þessu ári því að nú er búið að gera upp þrotabúið og við fengum eitthvað út úr því. Þannig að þetta breytist úr 1770 milljónum og 60 í 1.702.210 eða 67 milljónir rúmar. Og aftur Heilbrigðiseftirlitið út af efnahagsliðum að viðskiptaskuldir lækka úr 2,3 milljörðum í 2.295 eða 5 milljónir króna. Lífeyrisskuldbinding úr 8.589.833 í 8.592.735 eða lækkar 2.902.000 og óinnheimtar tekjur úr 3.272.919.000 í 3.267.913.000 eða rúma 5 milljónir og aðrar peningalega eignir úr 1.234.000 hækka í 1.234.000.
7. Þetta þýðir að skuldaviðmið A-hluta hækkar úr 84,62% á milli umræðna í 87,74% og skuldaviðmið A- og B-hluta, það er að segja samstæðunar lækkar, skuldaviðmiði lækkar úr 106,15% í 105,96%. Skuldahlutfall sem er annað hugtak, það helst óbreytt eða 121,3% bæði í fyrri og síðari umræðu og skuldahlutfall samstæðunar lækkar 0,20% úr 143,59% í 143,39%. Eftir sveitarstjórnarkosningar árið 2022 var endurskoðun sveitarfélagsins boðin út og í kjölfarið samið við PricewaterhouseCoopers sem hefur skilað endurskoðunarskýrslu og eins og bæjarfulltrúar vita þá er endurskoðandi sveitarfélagsins þeir Jón Sigurðsson og Ágúst Kristinsson og við fórum yfir endurskoðunarskýrsluna hér áðan með endurskoðendum og þar segir meðal annars með leyfi forseta tilvitnun ágæta bæjarstjórn. Þessi skýrsla inniheldur niðurstöður endurskoðunar okkar á ársreikningi Reykjanesbæjar fyrir árið 2023. Endurskoðunin var framkvæmd í samræmi við ráðningarbréf okkar dagsett 27. desember 2023. Megin markmið endurskoðunarinnar er að afla nægjanlegrar vissu að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka og gefa út áritun með okkar áliti. Og í skýrslunni segir einnig, við gerum ráð fyrir að árita ársreikning Reykjanesbæjar með fyrirvaralausri áritun þegar stjórn bæjarfélagsins hefur samþykkt ársreikninginn. Og síðan segir í skýrslu og áritu bæjarstjóra og bæjarstjórnar meðal annars, tilvitnun, ársreikningur Reykjanesbæjar er gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög ársreikninga, reglugerð bókhald og ársreikninga sveitarfélaga og auglýsingar ráðuneytis sveitarstjórnarmála reikningsskil sveitarfélaga. Í ársreikningnum er gerð grein fyrir reikningsskila aðferðum og þeim breytingum sem á þeim hafa orðið frá fyrra ári. Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2023 námu 36.441,3 milljónum króna samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi fyrir A- og B-hluta. Rekstrartekjur A-hluta námu 25.008 milljónum króna, laun og launatengd gjöld í samanteknum rekstrarreikningi námu 14.567,3 milljónum króna en stöðugildi voru 1228 í árslok og ársverk voru 1242. Svo segi ég hérna frá sjálfum mér í sviga til glöggvunar vil ég nefna að laun og launatengd gjöld A-hluta bæjarsjóðs lækkuðu sem hlutfall tekjum á milli árunna 2022 og 2023 úr 51% í 47%. Munar þar mest hækkun tekna sem er nefnarinn eða deilitalan í brotinu. Svo held ég áfram að vitna hér í skýrsluna. Rekstrarniðurstaða bæjarsjóðs fyrir afskriftir og fjármagnslið var jákvæð 3.019,1 milljón króna. Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A- og B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði nam 7.999,3 milljónum króna en að teknu tilliti til þeirra liða auk tekjuskatts og hlutdeild minnihluta var niðurstaða jákvæð 2.440,2 milljónir króna. Áætluð rekstrarniðurstaða í samanteknum ársreikningi samkvæmt upphaflegri fjárhagsáætlun var jákvæð 925,5 milljónir króna og nemur jákvætt frávik frá henni því 1.514,6 milljónum króna og þetta geta bæjarfulltrúar fræðst frekar í skýringu 27. En til glöggvunar, innskot frá mér, forseti, má finna í skýringu 27 yfirlit rekstraráætlana fyrir árið 2023 samkvæmt upphaflegri samþykktri fjárhagsáætlun sveitarfélagsins en einnig með viðbættum viðaukum við fjárhagsáætlun.
Fjárhagsáætlun með viðaukum er birt í rekstrarreikningi og öðrum skýringum ársreikningsins til samanburðar við rauntölur ársins. Heildareignir sveitarfélagsins í samanteknum ársreikningi námu 87.786,1 milljón króna eða tæpum 88 milljörðum og heildareignir bæjarsjóðs námu 47.241,8 milljónum króna í árslok 2023. Heildarskuldir og skuldbindingar í samanteknum ársreikningi námu 52.254,5 milljón króna eða rúmu 52 milljörðum og í ársreikningi bæjarsjóðs 30.334,7 milljónum króna í árslok 2023 eða rúmum 30 milljörðum. Eigið fé í samanteknum ársreikningi nam 35.531,6 milljónum króna og eigið fé bæjarsjóðs nam 16.907,1 milljón króna í árslok 2023. Íbúafjöldi Reykjanesbæjar í lok árs 2023 var 23.329 og hafði fjölgað 5,76% frá fyrra ári samkvæmt lögheimilisskráningu þjóðskrár. Og það eru aðeins tvær svona smá innskot frá mér, það eru mismunandi aðferðir hvernig menn telja orðið íbúa í landinu. Það var verið að gera einhverja leiðréttingu daginn en við höfum ekki fengið alveg nákvæma útlistun á henni, þannig að við völdum að miða við þessa tölu. Lesturinn heldur áfram. Bæjarstjórn vekur athygli á skýringu 25, þar sem fjallað fjárhagsstöðu og rekstrarhæfi samstæðunnar, en þar segir meðal annars, tilvitnun hefst, samkvæmt rekstrarreikningi bæjarsjóðs árið 2023 var rekstrarniðurstaða jákvæð 1.452,9 milljónir króna. Hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld nam 2.273,8 milljónum króna. Eigið fé bæjarsjóðs í árslok 2023 nam 16.907,1 milljón króna og eiginfjárhlutfallið 35,79%. Samkvæmt efnahagsreikningi nema veltu fjármuni 4.653,5 milljónum króna, skammtímaskuldir 8.129,2 milljónum króna og veltu fjárhlutfallið 0,57. Heildarskuldir og skuldbindingar bæjarsjóðs nema 30.334,7 milljónum króna og skuldahlutfall samkvæmt því 121,3%. Skuldaviðmið A-hluta bæjarsjóðs samkvæmt reglugerð 502 frá 2012 hins vegar 87,74%. Samkvæmt rekstrarreikningi samstæðu A- og B-hluta árið 2023 nam hagnaður af rekstri 2.440,2 milljónum króna, hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 5.942,3 milljónir króna og eigið fé samstæðu A- og B-hluta í árslok nam 35.531,6 milljónir króna og eiginfjárhlutfallið 40,48%. Samkvæmt efnahagsreikningi nema veltufjármunir 8.717,5 milljónir króna, skammtímaskuldir 8.467,3 milljónir króna og veltufjárhlutfall því 1,03. Heildarskuldir og skuldbindingar samstæðu A- og B-hluta nema 52.254,5 milljónir króna og skuldahlutfall samkvæmt því 143,39%. Skuldaviðmið samkvæmt reglugerð 502 frá 2012 hins vegar 105,96% sem að sjá má nánar í skýringu 26. Síðustu ár hafa jarðhræringar og eldgos á Reykjanesi haft talsverð áhrif á sveitarfélögin á Suðurnesjum. Á árinu 2023 keyrði þverbak þegar Grindavík var rýmt þann 10. nóvember og íbúar Grindavíkur fluttust annað. Mörg þeirra búa nú tímabundi í öðrum sveitarfélögum, meðal annars í Reykjanesbæ, þar sem meðal annars hefur verið tekið á móti börnum í leik- og grunnskóla án endurgjalds til að byrja með. Það breyttist frá með 1. febrúar 2024 þegar ljóst var að ástandið var ekki að lagast alveg strax. Sagan sýnir og okkar færasta vísindafólk telur að þessar jarðhræringar gætu staðið í nokkur ár eða jafnvel áratugi.
Af því tilefni ákvað dómsmálaráðuneytið að leggja til og greiða 1 stöðugildi starfsmanns almannavarna á Suðurnesjum í 1 ár. Af því ári liðnu munu sveitarfélögin á Suðurnesjum bera þann kostnað. Þá er rétt að nefna að nokkri stórir aðilar sem hafa verið að skoða mikla og mikilvæga atvinnuuppbyggingu í Reykjanesbæ eru nú tvístígandi í ljósi síðustu atburða. Við höfum hins vegar bent á að nyrsti hluti Reykjanesskagans, Rospkvalanesið, sé jarðfræðilega frábrugðið syðri hlutanum og engin hætta, ég endurtek, engin hætta á eldsumbrotum hér norður frá. Undanfarin ár hafa komið í ljós rakaskemmdir í nokkrum leik- og grunnskólum í Reykjanesbæ. Í þeim tilfellum sem greinst hefur mygla hefur strax verið ráðist í viðgerðir. Nú er unnið að viðgerðum í 2 grunnskólum og 1 leikskóla. Til þess að mæta þessu hefur skólahaldi verið dreift í laust húsnæði á nokkrum stöðum í sveitarfélaginu, meðal annars hér í þessu húsi sem við erum í dag, en einnig hefur verið fjárfest í lausum einingum sem komið hefur verið fyrir á malavellinu við Hringbraut og víðar við skólastofnanir. Nú á Reykjanesbær rúmlega 4.000 fermetra af slíku húsnæði sem mun verða nýtt áfram til að mæta sveiflum í fjölda nemenda í skólahverfum bæjarins. Á árinu 2023 var vinnu við annan áfanga Stapaskóla sem mun hýsa íþróttahús og sundlaug sem taka á í notkun haustið 2024 haldið áfram. Þá hófst vinna við byggingu 2 nýrra leikskóla, annars vegar við Aspalaut í Hlíðahverfi og svo við í Drekadal, en stefnt að því að taka þá báða í notkun seint á þessu ári, 2024. Vinna við endurbyggingu og innréttingar fyrrum hersjúkrahúss varnarliðsins á Ásbrú hófst árið 2023 og stefnt að því að taka breytt mannvirki í notkun sem varðveisluhús Byggðasafns, Skjalasafns, Listasafns, Ljósmyndasafns og fleiri safna árið 2024. Núverandi varðveisluhúsnæði Rammi hefur verið selt. Þegar ég hóf störf sem bæjarstjóri fyrir tæpum 10 árum, þann 1. september 2014, var staðan önnur en nú og má segja að með góðri rekstrarniðurstöðu síðasta árs hafi öllum helstu fjárhagsmarkmiðum sem þá voru sett fram að mér í samráði við bæjarstjórnina sem tók við eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 að þessum markmiðum hafi nú verið náð. Rekstur sveitarfélagsins byggir nú á traustum grunni og tekjur hafa aukist meðal annars vegna mikillar fjölgunar íbúa. Hin hliðin á örri fjölgun íbúa er aukin þörf fyrir margs konar fjárfestingar sem eðli máls samkvæmt eru mjög framhlaðnar í útgjöldum og kostnaði. Ef fram heldur sem horfir og íbúafjölgun í Reykjanesbæ verður jafn ör næsta áratuginn og þann síðasta, má gera ráð fyrir að fjárfestingar í nýjum innviðum svo sem leik- og grunnskólum, íþróttamannvirkjum, menningarhúsum, margvíslegum úrræðum á vegum félagsþjónustunnar og fleira muni nema 50 til 60 milljörðum króna til ársins 2035. Það er alveg ljóst að þrátt fyrir að rekstur sveitarfélagsins gangi smám saman betur mun veltufé frá rekstri og grunnstarfsemi A-hluta bæjarsjóðs ekki duga eitt og sér til að standa straum af slíku fjárfestingu. Þá mun mikil skuldsetning heldur ekki vera æskileg eða á döfinni. Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur því samþykkt einróma að hefja innheimtu á gjaldi vegna byggingaréttar og innviða til að standa straum af það bil helmingi af nauðsynlegri uppbyggingu innviða, líkt og mörg stærri sveitarfélög landsins hafa gert árabil og er nú unnið að gera tillögu að gjaldskrá og nánar útfærslu sem lögð verður fyrir bæjarráðið fljótlega. Það sem út af stendur verður fjármagnað með lántökum og jákvæðri afkomu reglubundins reksturs. Samkvæmt ofangreindu má búast við að fjárfestingaþörf næstu 10 árin verði 50 til 60 milljarðar eins og áður segir. Hreint veltufé frá rekstri sem eru þeir fjármunir sem sveitarfélagi hefur til greiðslu, afborgana og nýrra fjárfestinga þegar reikningar vegna daglegs rekstrar hafa verið greiddir, nemur samkvæmt þessum ársreikningi tæpum 4 milljörðum í A-hluta og tæpum 8,4 milljörðum í samstæðunni. Fjárfestingar A-hluta bæjarsjóðs á liðnu ári námu tæpum 5 milljörðum
og skiptast þannig að lausar kennslustofur voru keyptar fyrir 610 milljónir, leikskóli í Dalshverfi 3 244 milljónir, Gatnagerði í Dalshverfi 3 244 milljónir, leikskóli í Hlíðahverfi 30 milljónir, leikskóli í Drekadal 786 milljónir, okkar hluti að framlag í það sem búið að byggja af hjúkrunarheimili á síðasta ári 68 milljónir, Stapaskóli 1577 milljónir, Myllubakkaskóli 1081 milljón og aðrar fjárfestingar 565 milljónir. Samtals gera þetta 4.965 milljónir. Og fjárfestingar B-hluta fyrirtækja námu 2,7 milljörðum á árinu sem skiptast þannig að fráveitan fjárfesti fyrir 271 milljón, HS Veitur fyrir rúma 2 milljarða, Reykjaneshöfn 22 milljónir og byggðasamlög ýmis sem við erum í fyrir 304 milljónir. Samtals eru þetta fjárfestingar upp á 2.746 milljónir í B-hluta fyrirtækjum. Handbært fé lækkaði 1746 milljónir á milli árana 2022 og 2023 sem samt tæplega 465 milljón króna minni lækkun en áætlun gerði ráð fyrir. 1150 milljónir af handbæru fé fóru til afborgana langtímaskulda, tæpar 288 milljónir til niðurgreiðslu lífeyrisskuldbindinga og 300 milljónir cirka til fjárfestinga til viðbóta við áðurnefnt veltufé frá rekstri. Ágætu bæjarfulltrúar, ég hef nú farið yfir helstu stærðir í ársreikningi Reykjanesbæjar 2023. Hér í salnum eru auk fjármálastjóra og deildarstjóra reikningshalds, endurskoðendur sveitarfélagsins sem eins og áður segir koma frá PricewaterhouseCoopers. Og við erum öll tilbúin til þess að svara spurningum ef einhverjar eru. Virðulegur forseti, ég hef lokið máli mínu. Kæra þakkir herra bæjarstjóri fyrir þessa fínu yfirferð, orðið er laust og Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti. Já, það ljúft og skylt að koma og taka aðeins til máls undir þessum hluta hér á þessum fundi, ársreikningnum okkar. En þessi ársreikningur sem hér til umræðu ber þess merki að okkur hefur gengið vel að halda utan reksturinn. Og þegar ég segi okkur, þá ég að tala um okkur öll, starfsfólk, stjórnendur, nefndarfólki okkar allra og bæjarstjórnina hér í heild. Og fyrir það vil ég þakka og sérstaklega koma hér þökkum til Regínu fjármálastjóra og Þorgeiri deildarstjóra reikningshalds fyrir þeirra vinnu. En það svona mín tilfinning að við höfum lagst á eitt þegar þörf á og höfum tekið hér bæði auðveldar og erfiðar ákvarðanir, erum oftast sammála en stundum ósammála sem líka fullkomlega eðlilegt. En ég hef ekki fundið fyrir öðru en að við séum svona oftast nokkuð samstiga í að vinna saman að mikilvægum málum hér í samfélaginu okkar sem snúa að menningar og íþrótta- og tómstundamálum, að þessum stórkostlegu úrbótum í stofnunum okkar sem hér hefur verið farið yfir, byggingu nýrra leikskóla, áherslu á virkni íbúa okkar á öllum aldri og líka þeirri áherslu að laða til okkar fjölbreytt fyrirtæki á sama tíma og við gefum þeim fyrirtækjum sem eru hér nú þegar tækifæri til að blómstra svo eitthvað sem sé nefnt. En við höfum einnig tekist á við áskoranir sem tengjast til dæmis verðbólgu og háu vaxtastigi sem vonist standa nú til að muni jafna sig á næstu mánuðum og þeim jarðhræringum með þeim afleiðingum sem við þekkjum og ekki nauðsynlegt að fara sérstaklega yfir hér. Við höldum áfram að vera gríðarlega vinsælt sveitarfélag þegar fólk velur sér búsetu og þá sér í lagi vegna nálægðar okkar við höfuðborgina og líka vegna þess öfluga samfélags sem hér og þeirrar þjónustu sem íbúum stendur til boða. En það eru, eins og hér hefur komið fram, ýmis stór verkefni framundan, meðal annars í innviðauppbyggingu sem gerir það verkum að við verðum að vera mjög meðvituð í ákvarðanatöku
og halda áfram að tryggja hér ábyrgan rekstur með því að forgangsraða því fjármagni sem við höfum í þau verkefni sem brýnust eru en að tryggja á sama tíma að samfélagið okkar nái hér að vaksa, dafna og blómstra eins og við viljum. En það þó ljóst að við þurfum að fara í lántöku á næstu misserum sem hefur líka verið rætt hér, enda mikil uppbygging framundan og gríðarlega fjárfestingar eins og bæjarstjóri fór hér yfir í sínu máli. En fjárhagsleg staða sveitarfélagsins betri en hún hefur verið og mögulega minni hætta á neikvæðum áhrifum vegna þess, þó svo mikilvægt sé að halda sjálfsög vel á spilunum sem við ætlum okkur svo sannarlega að vanda okkur við. En að þessu sögðu, þá vill meirihlutinn hér leggja fram eftirfarandi bókun sem hefur verið send fundarritara nú þegar ársreikningurinn hér lagður fram til samþykktar. Og bókunin hljóðar svo með leyfi forseta. Ársreikningur Reykjanesbæjar fyrir árið 2023 ber þess merki að vel hefur gengið að halda utan reksturinn samhliða umfangsmiklum fjárfestingum í innviðum. Eins sýnir reikningurinn að rekstrarhæfi Reykjanesbæjar gott. Heildartekjur samstæðu A og B hluta árið 2023 voru 36,4 milljarðar króna og rekstragjöld 28,4 milljarðar króna. Rekstraniðurstaða fyrir afskriftir fjármagnsliði skatta og hlutdeild minnihluta nam rétt innan við 8 milljörðum króna. Að teknu tilliti til þeirra liða var niðurstaðan jákvæð 2.440 milljónir króna en áætlun ársins gerði ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu upp á 1.400 milljónir á samstæðu sveitarfélagsins. Heildartekjur A-hluta bæjarsjóðs námu 25 milljónum króna, rekstragjöld bæjarsjóðs námu 22 milljónum króna, rekstraniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði var jákvæð 3 milljarðar króna en að teknu tilliti til þeirra liða var niðurstaðan jákvæð 1.453 milljónir króna. Áætlun ársins gerði hins vegar ráð fyrir 707 milljóna króna jákvæðri niðurstöðu bæjarsjóðs og þetta því rúmlega tvöfalt betri niðurstaða en gert var ráð fyrir. Munar það mest hærri útsvarstekjur og þjónustutekjur. Eignir samstæðu A og B hluta nema 88 milljörðum króna og A-hluta bæjarsjóðs rúmlega 47 milljörðum króna. Engar lántökur áttu sér stað í A-hluta bæjarsjóðs á árinu 2023 og nema skuldir á hvern íbúa 1.300.000 króna. Skatttekjur og framlög og jöfnunarsjóði námu 919.000 króna á hvern íbúa á árinu 2023 í stað 848.000 króna á árinu 2022. Skuldaviðmið A-hluta bæjarsjóðs samkvæmt reglugerð 502/2012 áfram lækkandi og nú 87,74% og samstæðu A og B hluta 105,96%. Og undir þetta rita allir bæjarfulltrúar meirihlutans. En ég lýsi hér ánægju með góðan ársreikning. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta, Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Í heild ársreikningurinn góður og sérstaklega alltaf gott þegar við erum réttu megin við núllið í rekstrarniðurstöðu og rekstrarniðurstaða sem sagt jákvæð. Við bendum á síðasta ári að það væru miklar áskoranir framundan og reiknuðum með að leikskólamálin og uppbygging þeirra myndi ganga betur og við vorum að nefna að það voru 3 leikskólar sem eru í byggingu og það myndi þýða 1 milljarða aukningu í rekstrarkostnaði. Ef horft til úttektar sem við höfum áður nefnt, félagsleikskólakennara, þá höfum við verið að taka inn með hæsta aldur barna þannig að okkar börn í Reykjanesbæ komast síðar inn á leikskóla en annars staðar. En það ætti að lagast af því að við erum að byggja upp og setja inn marga nýja leikskóla eða nokkra nýja leikskóla og þeir eru á áætlunu og verða vonandi teknir í notkun sem fyrst. Það líka að fara að bætast í rekstrarkostnaður við íþróttahús og sundlaug við Stapaskóla. Af hverju ég að nefna þetta?
ég er að nefna þetta vegna þess að rekstur sveitarfélaga er brothættur. Það þarf lítið til, þannig að góð þjónusta eða frábær þjónusta, hvar liggja mörkin og hvernig eru við að koma með, hvernig er rekstra niðurstaðan og hvernig er þjónustan. Eru íbúarnir ánægðir með þjónustan okkar? Erum við að gera vel? Við erum að gera vel á ákveðnum sviðum og við erum ekki að gera eins vel á öðrum. Núna eru umræður innviðagjöld sem hafa komið einmitt fram hér áður og það er bara eins og með Reykjanesbæ, eins og önnur sveitarfélög, að við erum varla sjálfbær ef við erum að veita þessa þjónustu sem við viljum veita, en af því að við þurfum að vera að byggja upp skóla og leikskóla og síðan er reksturinn á þeim. Og ef við ætlum bæði að byggja þetta allt upp og stækka þetta ört og líka síðan að reka þetta, þá erum við ekki sjálfbær sem sagt, og ef við ætlum að vera samkeppnisfær. Það er líka áhyggjuefni sem að kemur fram í endurskoðunarskýrslu PricewaterhouseCoopers, PwC, en endurskoðendur Reykjanesbæjar segja mikilvægt fyrir sveitarfélög að fylgjast vel með lausafjárhlutfalli á komandi tímabilum. Við skulum muna það að fjöldinn allur af fyrirtækjum sem fóru á hausinn í kringur hrunið var með fína ársreikninga. Það var ekki það sem fór með þá, heldur bara hreinlega lausafjárstaðan. Og við þekkjum það líka að Reykjanesbær var í vandræðum með lausafé eftir hrun. Þannig að við þekkjum þetta og þetta er áhyggjuefni. Þannig að, og gott að flagga því að endurskoðendur Reykjanesbæjar flagga þessu, en svöruðu jafnframt að þetta veri ekki orðið rautt flagg, en vilja benda á þetta. En aftur, reikningurinn í heild er góður og því ber að fagna, en þetta er alltaf spurningum útgjöld og hvernig við erum að koma út, en við viljum auðvitað vera réttum yfir núlli og þá er spurning hvernig viljum við halda á spöðunum og það er ekkert allir sammála allt áherslur. En minnihlutinn, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og umbótar eru með sameiginlega bókun, stuttbókun, og hún ber yfirskriftina auknar skatttekjur og mikil hækkun á rekstrarkostnaði. Og með leyfi forseta að þá ætla ég að lesa upp bókunina sem hefur verið send ritara og hún hljóðar svo. Ársreikningur Reykjanesbæjar lítur í heild nokkuð vel út með jákvæða rekstrarniðurstöðu. Tekjur eru 3,6 milljörðum hærri en á síðasta ári og munar það mest auknar skatttekjur og framlög vegna flóttamanna. Þegar skoðuð er fjárhagsáætlun og bókun meirihlutans vegna fjárhagsáætlunar fyrir árið 2023 kemur fram að gert var ráð fyrir að tekin yrði í notkun leikskóli í Dalshverfi 3, Drekadal og íþróttahús og sundlaug við Stapaskóla. Hvorugt verkefni gekk eftir og því hefur ekki orðið rekstrarkostnaður vegna þessara stofnana. Þrátt fyrir það vekur athygli að rekstrarkostnaður í ársreikningi er 3 milljörðum hærri en áætlun gerði ráð fyrir og eykst 2,6 milljarða á milli ára. Handbært fé lækkar mikið á milli ára og með þessu áframhaldandi getur bæjarsjóður lent í vandræðum með að standa við skuldbindingar nema að tilkomi lánveitingar eins og þegar hefur verið samþykkt í bæjarráði. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson, Halla Jóhanna Oddsdóttir, ég er bara farin að hugsa Eurovision eða eitthvað, Helga Jóhanna Oddsdóttir og við erum í Sjálfstæðisflokki og svo Margrét Þórarinsdóttir umbót. Takk.
forseti geri hér stutt fundarhlé.
Bæjarstjórnarfundur Reykjanesbæjar hér settur aftur en meirihluti tók hér skammt fundarhlé. Meirihluti Reykjanesbæjar hér með nýja bókun sem lest svoleiðis. Jákvæð niðurstaða ársreiknings Reykjanesbæjar upp á 1,4 milljarða tvöfalt betri niðurstaða en áætlanir gerðu upphaflega ráð fyrir. Í byrjun árs hefur verið mikið og hratt útstreymi fjármagns vegna framkvæmda en nefna má þar til að mynda framkvæmdir við Myllubakkaskóla upp á 400 milljónir, framkvæmdir við Holtaskóla 190 milljónir, framkvæmdir við Stapaskóla íþróttahús fyrir 200 milljónir, framkvæmdir við hjúkrunarheimili 265 milljónir auk fleiri fjárfestinga. Vegna fjárfestinga á árinu upp á 5,3 milljarða fyrir séð að Reykjanesbær mun fara í lántöku á árinu líkt og lagt var upp með og fjárhagsáætlun 2024 ber með sér. Auk þess hefur verið lagð fram tillaga að innviðagjöldum í Reykjanesbæ eins og tíðkast í mörgum öðrum sveitarfélögum til innviða uppbyggingar sem munu nema alltaf 50 milljörðum á næstu 10 árum. Reykjanesbær að reisa 120 barna leikskóla sem opna í ár og að opna útibú Tjarnasels við gamla barnaskólan okkar á skólavegi 1 sem rúmar 20-25 börn. Meirihlutin hefur sett sér það markmið að 18 mánaða börn komist í okkar leikskóla á kjörtímabilinu. Þegar rýnt í aðalatriðin eru rekstrartekjur sveitarfélagsins 25 milljarðar en rekstrargjöld 21,9 milljarðar. Þannig heilbrigður rekstur að tekjur duga fyrir gjöldum og þessi afgangur til staðar. Það við að gera því íbúar gera þá kröfu að rekstur sveitarfélagsins sé ábyrgur. Undir þetta rita meirihluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Nú orðið laust ársreikninginn. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir og allir áhorfendur sem sitja núna spenntir fyrir framan sjónvarpið á meðan að Eurovision í gangi og ég held að Hera sé að stíga á svið og Valur Njarðvík að spila í körfuboltanum. En ég vil bara þakka meirihlutanum fyrir þessa bókun og hún endurómar algjörlega það sem við erum að segja. Hvað voru þau að segja? Þau voru að segja að það fjöldinn allur að leikskólum sem eru í bygging og að fara í rekstur, eins og við erum með í bókunum okkar. Þau að segja að það eru gríðarlega mikil umsvif og það voru við að segja og við vorum að segja að þetta þess vegna erum við að fara í innviðagjöld. Við erum sammála það líka að þetta mikil áskorun og Reykjanesbær eins og öll önnur sveitarfélög hafa orðið fyrir þessari miklu áskorun og þess vegna virkilega ástæða til þess að hafa áhyggjur af þessum sveitarfélögum. Við erum að auka tekjur með innviðagjöldum sem tiltölulega nýr skattur, það verður að segjast eins og en vegna þess að þessi sveitarfélög ekki sjálfbær þegar allt kemur til alls. En aftur, ég vil þakka meirihlutanum fyrir að taka undir flesta sem kom fram í okkar bókun. Takk. Orðið laust. Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég vil koma hérna bara upp og bera aðeins í bakka fullan lækinn af öllu því sem við höfum farið hérna aðeins yfir í dag. Og við erum oft að tala hérna og ársreikningarnir eru náttúrulega ekkert annað en tölfræði og tölur og við erum oft að ræða það að hérna oft í opinberri umræðu tala að tölfræðin sé óbrigðul og í gögnum og tölum liggi sannleikurinn. Og ef maður gefur sér að þau sannindi við ársreikning Reykjanesbæjar þá nokkuð ljóst að við getum öll verið nokkuð stolt á honum, bæði kjörnir fulltrúar, starfsmenn bæjarins sem og íbúar. Og eins og hefur komið fram hérna, samstæðuhagnaðar 8 milljarðar, þar af hlutur bæjars og 3 milljarðar. Þegar horftur á eignastöðu sveitarfélagsins, þá eru tæplega 90 milljarðar í eignum og þar hafa bæjarsjóður beint rétt 47 milljarða. Og þetta afskaplega hagfellt tölfræði og engin ástæða til annars en að fagna henni heilsugar.
Hún ber ákveðin vott slagkraft samfélagsins okkar, hún ber vott ábyrga fjármálastjórnun, hún ber vott af því að fjárhagsræmingar Reykjanesbæjar frá síðustu kjörtímabilum eru að fjarlægast okkur í baksýnisspeglinum. En það er þó önnur tölfræði í ársreikningnum sem við megum ekki missa sjónir á eins og við komum fram hérna í dag, því það er ákveðni þættir nær en við kannski viljum leyfa okkur að hugsa. Heildarskuldir samstæðunar eru 52 milljarðar og þar á bæjarsjóður skuldir upp á næstum 1,3 milljónir á hvern einasta bæjarbúa, sem er náttúrulega ótrúlega nokk lækkun frá fyrra ári, en það er ekki vegna þess að skuldirnar eru hreinlega að lækka, það er vegna þess bara hvað íbúum er að fjölga mikið. Og þetta eru skuldir sem við öll sem búum í þessu sveitarfélagi berum ábyrgð á. Og þess vegna þarf að nálgast rekstrarákvarðanir af ábyrgð og út frá þeim tölfræðilegu staðreyndum sem birtast okkur í ársreikningi. Því þó að við skilum jákvæðri rekstrarniðurstöðum á 104.000 krónur per íbúa, þá þetta siglir þetta ekki okkur nema ákveðið langt og það er nú þegar farið að sjá þess stað á þessu rekstrarári samhliða uppgjöri stóra fjárfestinga. Og þarna erum við að tala fjárfestingar til handa börnum og fjölskyldufólki sem hafa litað útgjaldahliðina og umliðnum mánuðum og munu gera það enn. Við erum að tala hluti sem hafa verið nefndir hérna áður og ég ætla að leyfa mér að nefna það aftur með leyfi forseta. Þetta eru umbyltingar á skólahúsnæði sveitarfélagsins, svo sem eins og með endurbyggingu Myllubakkaskóla og Holtaskóla, endurbótum á Njarðvíkurskóla, stækkunar á Heiðarseli, endurbætur á skólalóðum, 2 nýjir leikskólar í nýbyggingu, ný leikskóladeild við elsta skólahúsnæði bæjarins við Skólavegi 1, glæsilegasta körfuboltahús landsins verður vígt á árunum við Stapaskóla, ásamt almenningssundlaug, umbylting í aðstöðu byggðasafns Reykjanesbæjar, uppbygging smáís að vera skjólstæðinga velferðarsviðs samhliða auknum fjárframlögum til velferðarmála, hönnun nýs íþróttasvæðis við Reykjaneshöll, uppbygging útivistarsvæðis við Njarðvíkurskóga og Seltjörn, heilsustígar, fjárfestingar í hafnarmannvirkjum, stóraukinn stuðningur við íþróttafélög sem og framlög til menningar og æskulýðsmála, að ógleymdum umfangsmiklum fjárfestingum í umhverfis- og skipulagsmálum sveitarfélagsins ásamt stuðningi við atvinnustarfsemi á svæðinu. Og allt þetta ofannefnda er kannski ekki það sem við erum að setja fram í bókunum og er það sem að grípa fyrirsagnir hverju sinni. En þetta eru hlutirnir sem að mínum mati byggja samfélagið okkar upp. Og nú þegar Reykjanesbær er að slíta barnsskónum á sínu 30. aldursári, þá eru líka framundan gríðarlega mörg tækifæri og það er margt í samfélaginu okkar sem er að mínu viti ómótaða leir. Og eins og við höfum rætt inn í dag, þá felast bæði hættur og tækifæri í þessu og hætturnar höfum við svo sannarlega séð á umliðnum misserum. Það eru fjárfestar sem að leita til sveitarfélagsins með háleitar hugmyndir og stóra drauma og þeir hafa nýtt sér það að samfélagið er í örum vexti og það er margt sem við erum að ná tökum á. Og í þessum veðmálum þá höfum við svona á köflum hagnast vel en einnig orðið illa úti. Við þekkjum öll stóru neikvæðu málin sem hafa flest snúið að stóriðjudraumum í Helguvík sem við erum blessunulega að kveða í kútin einn af öðrum. En það sem fær aftur kannski minni athygli eins og á allt eru jákvæðu fréttirnar. Í Reykjanesbæ sjá alþjóðlegar hótelkeðjur sér hagi að starfrækja gistirými í einu af fáu sveitarfélögum í landinu samhliða því að við búum að afar kröftugum hótelrekstri heimafólks. Öflugustu bílaleigur landsins eru með höfuðstöðvar sínar hérna í bæ og eins eitt framsýnasta smásölufyrirtæki landsins líka. Við erum með kröftugt veitufyrirtæki í landinu hérna, í bæjarfélaginu okkar og í Túnfæti okkar er eitt öflugasta opinbera fyrirtæki landsins. Það er algjör viðsnúningur í málefnum heilbrigðisþjónustu á svæðinu, stækkun fjölbrautaskólans er framundan og svo mætti lengi telja. Mörg af öflugustu íþróttafélögum landsins eru í Reykjanesbæ og það er gaman að búa í Reykjanesbæ þessa dagana þegar úrslitakeppnir eru í gangi og knattspyrna er byrjuð og allt sem því tengist. Og tómstundu og menningafélögin okkar er í fremstu röð og við gerum ekki alltaf grein fyrir þessari stöðu, við sem ölum mannin hérna alla daga. En þetta er þó staðreynd. Og allt þetta er keyrt áfram að drifkrafti einstaklinga sem að byggja þennan bæ. Og í þessum efnum þá skiptir eins og hefur komið fram svolítið í umræðunni í dag sköpum hvaða áherslur eru lagðar til grundvallar við rekstur sveitarfélagsins. Hvernig erum við að nýta bæjarsjóð til að styðja við það að stóru málin sem virkilega hreyfa við samfélaginu okkar komast á dagskrá og hvaða leiðarljós höfum við í forgrunni þegar við ákveðum kjörnir fulltrúar hvernig við útdeilum því fé sem okkur er treyst fyrir. Því það má jú segja, eins og hefur komið hérna fram, að stærsti hlutin af því sem okkur er treystir fyrir í formi fjármagns er þegar ráðstafað í lögbundin verkefni. Lögbundin verkefni á vettvangi velferðar, fræðslumála, skipulagsmála og almennra þjónustumála í sveitarfélaginu. Og það sem er þó ekki búið að ákveða er með hvaða hugafari við kjósum sem samfélag að fara með það fé sem til ráðstöfunar er. Það sem eftir stendur. Og við sem kjörnir fulltrúar hér tölum digurbarkalega það hvernig við ráðstöfum fé
en höfum svo í raun og veru ákveðnu leyti takmörkuð völd þegar kemur að því að ráðstafa sameiginlegum fjármunum bæjarbúa. Stór hluti af þeirri ábyrgð og því valdi er framselt í hendur starfsmannasveitarfélagsins í formi lögbundinna verkefna og það eru þessi 1225 starfsmenn sem vinna í Reykjanesbæ sem er treyst þess að vinna úr fjárframlögum rúmlega 23.000 bæjarbúa. Og þeir ráða gríðarlega miklu það hversu vel er farið með sameiginlegt skattfé íbúa Reykjanesbæjar og eiga því þar að leiðandi stóran hluta í þeim rekstrarafgangi sem birtist í þessum ársreikningi. Og það er að sjálfsögðu þannig að einstaka starfsmenn hafa mismikið að segja hvernig farið með þetta fé og auðvitað er hlutur stjórnenda hvað stærstur. Og endingu þegar uppi er staðið þá eru það við bæjarfulltrúar sem þurfum að taka ábyrgð þegar allt fer í skrúfuna en við höfum líka að taka við hrósinu þegar vel gengur eins og á síðasta ári. En við gerum það þó með því að standa svolítið á öxlum þeirra sem vinna með þetta fé á hverjum einasta degi í sveitarfélaginu okkar. Og eins og við komum fram áður að þá er veltuhlutfall bæjarsjóðs þess eðlis að ekki verður hægt að fara í frekari fjárfestingar án skuldsetningar að óbreyttu. Og við þurfum að sýna ábyrgð og ganga þessum skuldum á hönd því það er alveg ljóst að ef við ætlum að halda áfram að byggja upp samfélag okkar þá þurfum við að takast á hendur frekari skuldbindingar. Og það þarf ekkert að óttast það. Því í dag á hver einast íbúi nefnilega hreina eign í bæjarsjóði upp á 724.000 krónur sem er allt önnur staða en var uppi fyrir ekki lengri tíma en 10 árum síðan eins og bæjarstjóri rifjaði hérna upp áðan. En þá var hrein eign per íbúa rétt 144.000 krónur. Þannig að þetta er algjör viðsnúningur. Og það er því ljóst að við eigum töluvert svigrúm til að fjárfesta í okkur sjálfum og okkar framtíð og til þess að það gerist áfram af sama krafti og á síðastliðnum árum þá þarf pólitískt þor og kjark samhliða því að við öll sem treystir fyrir skatttekjum bæjarbúa sýnum ráðdeild og fyrirhyggjusemi í daglegum rekstri. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarni Páll. Fleiri sem vilja taka til máls? Já, kæra takk fyrir það, bæjarstjóri. Nú, forseti hefur litið yfir nokkra ársreikninga sem að okkar sambærilegu sveitarfélög hafa gefið út og er alveg ljóst að niðurstaða ársreiknings Reykjanesbæjar er til fyrirmyndar og virkilega góð miðað við það sem mörg önnur sveitarfélög eru að fást við. Við höfum á undanfarnum árum lent í ýmiss konar hremmingum, líkt og bæjarstjóri fór yfir hér áðan, sem við höfum leyst og leyst vel. Við erum að reka þetta sveitarfélag vel, tekjur duga fyrir gjöldum og gott betur. Við erum að fjárfesta mjög mikið, það má alveg segja það, en við höfum líka á árunum og undan verið í miklum erfiðleikum með það sökum lausafjárskosts sem að við erum sem betur fer komin fram úr. Á sama tíma hefur við verið einkar dugleg að endurfjármagna okkur og losa okkur við skuldir, en fyrir 10 árum síðan voru skuldir Reykjanesbæjar 40 milljarðar en eru núna 13. Þannig á sama tíma og við erum að allri þessari uppbyggingu, allri þessari fjölgun, þá erum við að borga niður skuldir og við erum að reka þetta sveitarfélag vel. Orðið er laust. Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem nú bara hér upp svona í lokin til að þakka fyrir umræður og bókanir og hlýju orð í garð starfsmanna. Ég vil líka nota þetta tækifæri og þakka fjármálastjóra og deildarstjóra reikningshalds og endurskoðendum fyrir þeirra samstarf og vinnu og bara öllum starfsmönnum í Reykjanesbæjar. Og síðast en ekki síst bæjarstjórninni sem hér situr fyrir gott samstarf á síðasta ári. Það eiga allir sinn hluta í þessari góðu niðurstöðu og ég bind vonir við að við náum að halda áfram að vinna sameiginlegu markmiðum sem eru þau að gera Reykjanesbæ að betri bæ. Takk. Kæra þakki bæjarstjóri, forseti gleymd að þakka okkar frábæra töluglögga fólki sem situr hér í salnum og búin að vera inn í allan dag og er að missa körfuboltaleik og söngvakeppni, svo það sé sagt. Já, og þið hinn líka afsakið hvað við erum hér lengi, en þetta er mikilvægur dagur fyrir okkur. Nú orðið er laust alveg í blálokin ársreikning
Reykjanesbær 2023 síðari umræða. Svo er ekki. Þeir sem geta samþykkt reikningin vinsamlega skrifið merki. Og hann er samþykktur með 10 atkvæðum. Margrét, þú situr hjá eða ert á móti? Situr hjá, já. Nú er formleg dagskrá bæjarstjórnar loksins tæmd á þessu merkistigi. Fundargerð bæjarstjórnar verður undirrituð rafrænt og því lýsi ég fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar númer 675 formlega slitið.